Góðan dag. Eigum ekki að fara að byrja, fá okkur sæti og svona.
Jæja, eigum við þá ekki bara að byrja þetta? Hvað segið þið? Ekki allir í stuði? Alla veðrið gott úti og þá maður í góðu skapi. Það skylda. Mér langar að byrja að kynna mig. Ég heiti Markus Eiríksson og forstjóri HSS. Búinn að vera það núna í heila 3 mánuði. Og ég var fenginn hinn í dag til að vera fundarstjóri. Mér langar að byrja að segja það að ég mikill áhuga maður lýðheilsuvísa og síðan ég kom hingað þá hef ég verið að tala við fólk lýðheilsuvísa. Og því ég byrja að segja fólk, minnast á orðið lýðheilsuvísa, þá segir fólk stundum við mig, lýðheilsu hvað? Það þekkit ekkert allir. En sumir verða kannski svolítið skrýtnir á svipinn og svona hugsa með sér á ég að vita hvað þetta er? En ég held að það verði breyting á þessu því að þetta er mjög gagnlegt tæki og kannski ein besta þarfagreining sem hefur farið fram í íslensku heilbrigðiskerfi til þessa, að mínu mati. En hvað það? Ég held að það sé bara best að við vindum okkur í dagskrána og getum fengið hana upp. Hvað dagskráin í dag? Til að byrja með þá ætlar Birgir Jakobsson, aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra, ávarpa okkur. Þar á eftir kemur doktor Alma-Día Möller, landlæknir, og útskýrir hvers vegna lýðheilsuvísar. Þar á eftir kemur Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri embætti landlæknis og segir okkur frá lýðheilsuvísum tengdum lifnaðarháttum. Síðan kemur Sigríður Haraldsdóttir, sviðsstjóri líka hjá landlækni og útskýrir fyrir okkur lýðheilsuvísum tengdum heilsu og sjúkdómum. Síðan ætlar Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, að útskýra fyrir okkur hvernig lýðheilsuvísar nýttir í Reykjanesbæ. Þar á eftir verður formaður Samband íslenskra sveitarfélaga Almdís Hafsteinsdóttir með ávarp og þar á eftir verður með pallborðsumræður og svo veitingar. Þannig að ég held að það sé ekki eftir neina að bíða en að bjóða Birgi Jakobsson, aðstoðarmann heilbrigðisráðherra, velkomin í pontu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Markus, og komið sæl og takk fyrir að fá að vera hér. Ég verður náttúrulega viðurkenna það að þetta veldur ykkur miklum vonbrigðum að ég skulle vera hér í staðinn fyrir ráðherra, en ráðherra fékk skyndilega varð að sinna öðrum málefnum og komst ekki, en hún bað mig að skila mjög góðri kveðju til ykkar allra. Og þótti þetta sárt og miður að geta ekki komið, en eins og kannski margir vita og ég veit að þá hún gífurlega mikill áhugamaður lýðheilsuvísa og hefur talað þá vítt og breitt í sínu starfi og ekki síst í ríkisstjórninni þar sem að hún hefur kynnt lýðheilsuvísana og það starf sem í kringum þá og mikilvægi þeirra. Svo að allra bestu kveðjur frá ráðherra í þessu sambandi. En sem sagt, mér mikil ánægja að fá að vera hérna í dag vegna þess að ég hef haft því lánafagna raunverulega að fylgjast með tilkomu lýðheilsuvísa frá upphafi og því mikla starfi sem að starfsfólk embættisins hefur unnið í því sambandi. Og allt frá upphafi og eins og kemur til mig, ég ætla ekki að fara inn á lýðheilsuvísana hérna eða tala þá neitt sérstaklega því að við fáum að heyra það allt hér á eftir, en þetta eru vísar sem sýna svona samsetningu samfélagana á hverjum stað og þeir sýna mælikvarðar á lifnaðarhætti og lífsstíl og svo framvegis og líka heilsu og sjúkdóma í þessum. Þannig þetta eru svona 3 þættir sem að, eins og Markus sagði, sem að sýna raunverulega hvernig staðan á hverjum stað í landinu í þessum heilbrigðisumdæmum sem að þessu skipt upp og við sjáum það hér á eftir. Þannig að það hægt að bera saman landshlutana, en það kannski það mikilvægasta líka, það hægt að bera saman sjálfan sig og nú þegar að þetta í 4. skipti sem að lýðheilsuvísar koma fram, þá að vaxa fram mynd yfir það í hvaða átt eru samfélögin að þróast á Íslandi, hvað varðar lýðheilsuvísana og lifnaðarhætti og svo framvegis.
Nú það engum blöðum það að fletta að Íslendingar eru rík og mörguleiti vel stæð þjóð og ef við lítum á lífslíkur Íslendinga þá eru þeir með því hæsta sem gerist í heiminum. Þannig að við getum svo sem ekki sagt að hér sé allt í kalda koli á þessu sviði. Það eru margir sem halda það að heilbrigðiskerfið spili mesta rullu í þessu sambandi en því fer raunverulega fjarri. Því að það sem skiptir mestu máli í þessu sambandi með lífslengd og vellíðan og heilsu og svo framvegis, það er lífstíl. Það er lífstíls og eins og hreyfing, mataræði, áfengi, tóbak og svo framvegis. Allir þessir þættir skipta megin máli varðandi þessa þætti sem við erum að mæla. Nú, það er líka þannig að efnahagur og menntun og annað slíkt skiptir raunverulega miklu meira máli heldur en heilbrigðiskerfið. En Íslendingar hafa haft lýðheilsustefnu eiginlega frá því 2016 það leyti sem að lýðheilsuvísar voru að vaxa fram og núna á í þessari viku þá höfum við líka heilbrigðisstefnu og það má fram til ársins 2030 og það má því segja þannig að það hefur verið mjög svona gaman að fylgjast með því hvernig þetta hefur vaxið fram alltaf og það að koma fram heilstæð mynd af því hvernig við viljum haga, hvert við viljum fara í framhaldinu og hver svona púslubitinn fellur á sinn pláss og núna síðast þessi heilbrigðisstefna því að í henni eru margir mikilvægir þættir og það hefur í sjálfu sér verið gagnrýnt að það sé ekki verið að tala lýðheilsu mikið í henni en þið sem lesið skýrsluna sem að núna er á lokastigi þið komið til með að sjá það að það er vissulega talað mikilvægi lýðheilsu og þess starf sem að það er unnið á því sviði og mikilvægt að forgangsraða lýðheilsustarfi og forvörnum. En hins vegar þá er líka mjög mikilvægt að við höfum gott heilbrigðiskerfi og við höfum tækifæri til þess að mæla árangur heilbrigðiskerfisins. Hverju er heilbrigðiskerfið að skila til almennings í landinu? Og þegar að einmitt í þessari heilbrigðisstefnu þá er það eitt kafli gæðamál og gæðaáætlun og þegar hún er komin á koppinn, ef ég má nota það orð, þá erum við komin með mælikvarða á það hverju heilbrigðiskerfið er að skila og það er líka meginmál sem að embætti landlæknis er að sinna af mikilli hörku ásamt með öllu lýðheilsustarfinu. Þannig að þessir hlutir hvíla allir á borði embættis landlæknis og það er gífurlega mikilvægt starf sem þar kemur til með að eiga sér stað í framtíðinni. Þannig að þegar við erum komin með lýðheilsuvísa og gæðaáætlun og heilbrigðisstefnu í framkvæmd, þá höfum við allar forsendur til þess að bæta betur á öllum sviðum, varðandi heilsu og vellíðan Íslendinga og stjórnvöld og sveitarfélög í landinu hafa tæki til þess að mæla það. Hvar eigum við að forgangsraða hverju sinni? Og það er ekki alveg gefið að öll sveitarfélög og allstaðar á landinu þurfum að forgangsraða eins og þá kemur það mjög mikilvægt í því sambandi að því að maður þarf einmitt að forgangsraða ólíka á ólíkum svæðum að þá er mjög erfitt að vera með sentraliseraðar ákvörðunar það hvað við ætlum að gera. Það verður að færa það út með valddreifingu meira heldur en gert hefur verið út til sveitarfélaga og annara til þess að þau geti ákveðið það hvað er best fyrir okkar íbúa hverju sinni. Nú það er sem sagt all ástæða til þess að óska okkur öllum til hamingju. Allt er þetta gert, bæði lýðheilsustefna, lýðheilsuvísar, heilbrigðisstefna, allt er þetta gert til þess að auka á heilsu og bæta heilsu og vellíðan landsmanna. Svo að ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri, ég vil sem sagt aftur og enn færa ykkur heillaóskir ráðherra fyrir frábærlega vel unnin störf
Og ég vil líka óska sveitarfélögunum, ekki síst í Reykjanesbæ sem nú stendur fyrir þessum fundi hér, framgengi eða til, það að segja, óska þeim til, hvað segir maður, velfarnaðar í þessu framtíðarstarfi, mikilvæga starfi, að notfæra sér lýðheilsuvísa og Markús, hann fær nú heilbrigðisstefnuna í fangið hér líka, svo að það verður nóg að gera á næstu árum til þess að koma þessu öllu til framkvæmdar. Til hamingju með daginn í dag og óska ykkur alls góðs. Takk fyrir. Við þakkum Birgi kærlega fyrir þetta. Þá ætlum bara að vinda okkur í næsta erindi. Það hvers vegna lýðheilsuvísar. Alma Möller, gjörðu svo vel, landlæðingir. Já, komið sæl og gaman að sjá þessa frábæru mætingu og eins og Birgir segir, það lofar góðu, margt mjög gott í gangi. Mér ætlað svona aðeins að setja sviðið áður en að félaga mínir lýsa niðurstöðum úr lýðheilsuvísunum og bara aðeins svona tala almennt þá. En lýðheilsuvísar eru sem sagt safnmælikvarðar sem að gefa vísbendingar heilsu og líðan þjóðarinnar. Og við erum mjög duglega að bera okkur saman við önnur lönd en við þurfum að bera miklu meira saman svæði innan landa því að við vitum að svæðisbundin munur á heilsu þekktur víða og til dæmis eins og í stórborgunum þá getum maður séð hvernig ævilengd styttist í réttu hlutfalli við út frá miðju borgarkjarnana, bara út frá stoppustöðum í ákveðnum járnbrautarlínum, svo dæmi séu nefnt og við erum svona að byrja að gera þetta hér á landi. Nú, við veljum vísana þannig að þetta séu vísa sem hægt að vinna með til einmitt að bæta heilsu og til að nota í forvarnaskyni. Og við leggjum áherslu á langvinna sjúkdóma sem að gera mikla kröfur til heilbrigðisþjónustuna, bæði auðvitað til mannafla og peninga. Og það eru þarna margar stefnur sem hafa verið notaðar sem fyrirmynd. Það frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og til dæmis norskir lýðheilsuvísar og eins og Birgir nefndi, þetta í fjórða sinn sem þeir eru birtir og þetta auðvitað ekkert sem greift í stein og í stöðugri þróun. Nú við töluðum ég ætla kannski að byrja á þessari að þetta var Birgir líka aðeins búin að koma inn á. Þetta eru hvaða þættir hafa áhrif á lífslíkur okkar og þá sjáum við grænu sneiðina, það heilbrigðisþjónustan. Hún ræður einungis 20% lífslengd okkar. Síðan það appelsínugula kakan, það eru lifnaðarhættir, það sem við sjálf höfum mikið yfir að segja, það sem við kallum áhrifaþætti heilsu og við kemum betur að því. Síðan það þessi 40% sem eftir eru, það eru efnahags- og félagslegi þættir og umhverfisþættir. Þannig að þessi glæra segir að heilsa alls ekkert mál heilbrigðiskerfisins eins. Hún mál samfélagsins alls. Og þess vegna svo mikilvægt að vinna þetta með sveitarfélögunum. Við þurfum að vinna þetta nálægt einstaklingunum. Og hér eru þessir áhrifaþættir og ef þið skoðið þarna innst lifnaðarhættir, þessa gulu, að þetta það sem við stýrum mikið sjálf. Hreyfing, geðrækt, svefn, næring og við vitum mikið hvernig við eigum að hegða þessum hlutum til að heilsa okkur verði góð. Síðan það áfengi sem við eigum að drekka eins lítið af og hægt og við eigum að láta tóbak eiga sig og síðan erum við búin að bæta þarna inn kynheilbrigði og því að vera ábyrgur neytendur því að þetta spila ju allt saman við umhverfið. Nú síðan það aðstæður í lík og starfi, þetta rauða, og þar auðvitað kemur mikið inn sem snýr að sveitarfélögunum og síðan auðvitað bara málefni samfélagsins alls, þannig í græna. Og
við setjum þarna þessi áhrif þetta heilbrigðis. Ég sagði þetta eru hlutir sem að við höfum sjálf mjög mikið að segja. En við vitum til dæmis að við eigum að hreyfa okkur, en gerum við gerum það samt ekki nóg. Og þarna kemur að því sem að við erum að hvetja sveitarfélögin til að gera fólkinu þetta auðvelda val, gera það eðlilegt. Til dæmis að ef að maður vill nota vistvænar samgöngur eins og hjólreiðar til vinnu, að það séu innviðir til þess. Nú þetta vinnur svo allt saman hér með heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Eru allir hérna sem hafa heyrt þau? Má ég sjá hendur? Hverjir hafa heyrt þau? Já. Fyrst fyrir ári þá voru örfáar hendur. Nú eru allir farnir að þekkja þetta og með því að vinna heilsueflandi samfélagi og nýta lýðheilsuvísana eins og við erum að tala þá erum við að vinna að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Og þið getið skoðað þau hér á eftir og þarna númer 3, það heilsa og vellíðan fyrir alla. Og bara sem dæmi að þá það markmið sem með fjölmörgum undir markmiðum. Og þetta getið allt lesið á heimasíðu forsætisráðuneytisins sem að rekur þetta verkefni. En aftur að lýðheilsuvísunum, hvers vegna lýðheilsuvísa eftir heilbrigðisumdæmum, að við viljum sem sagt gera sveitarfélögum auðvelt að greina stöðun á svæðinu, finna styrkleika og veikleika og skilja betur þarfir íbúanna. Og þetta auðvitað mjög mikilvægt tæki í hverskins stefnumótun. Og þið í sveitarfélögunum sjálfum eru auðvitað best til að túlka þá út frá ykkar umhverfi og veruleika. Og mér heimilt að segja frá því að núna eftir að Vá fjall, þá fengum við beiðni frá heilbrigðisráðherra að vinna minnisblað stöðuna hér á Suðurnesjum. Og þá voru frekar hæg heimatökin að draga fram lýðheilsuvísa frá síðasta ári og skrifa út frá þeim hvað þarf hér að gera. Og þið vitið til hvers það leiddi að það var lagt fram á ríkisstjórnarfundi og varið ákveðnum fjármunum í að byggja hér upp innviði. Þannig að ráðherra einn af helstu bandamönnum lýðheilsuvísa og við erum mjög þakklátt fyrir það hjá embættinu. Nú ég búin að tala heilsueflandi samfélag að við erum að smá fjölgar þeim sem að taka þátt í því. Nú eru 25 sveitarfélög af, það ekki 74? 72, ok, alltaf verið að sameina. En yfir 86% þjóðarinnar búi heilsueflandi samfélagi. Og aftur heilsueflandi samfélag, það snýst það að reyna að gera hollavalið auðvelt. Og gögnin í þessa vísa, þau koma úr mjög mörgum áttum. Við höfum lagaskyldu til að færa ákveðna skrár, heilbrigðisskrár, eins og fæðingarskrá, dánarmeinaskrá og fleira. Síðan gerir embættið reglulegar kannanir heilsu og líðan, þessa áhrifaþætti og svo erum við í samstarfi við fyrirtæki sem heitir Rannsóknir og greining sem að skoðar líðan ungmennan okkar og síðan notum við gögn frá Hagstofu, Sjúkratryggingum og Tryggingastofnun. Þannig að þetta eru gögn sem koma mjög víða. Og þau gera best gagn, þau hvetja til umræðu heima í héraði og leiða til verkefna. Og þetta hefur líka til dæmis verið notað við stefnumótun eins og í sambandi við það að efla sérfræðiþjónustu út land, að við vitum að aðgengi að sérfræðilæknum til dæmis allt annað á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu og með því að skoða vísana þá getum við forgangsraðað að á Austurlandi þar kannski helst að koma geðheilbrigðisþjónusta og svo framvegis. Nú við gefum út einblöðunga fyrir hvert umdæmi og það voru ljósið þetta líka á heimasíðu okkar og ég held ég sé ekkert að fara yfir þetta, það munu Sigríður og Dóra að gera hér á eftir, en þarna til dæmis blasir við það sem þið vitið miklu betur en við, þessi gríðalega fólksfjölgun sem hér hefur orðið, hún þarna í efsta þriðjungnum sem lúta samfélaginu, síðan eru þættir sem sagt heilsu og líðan og heilbrigðisþjónustu og þetta verður farið hér á eftir. Ég ætla bara að fá að ræða hér eitt sem mér gríðalegt áhugamál og við vorum að ræða hér á undan fundinum
og það er svefn. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig tölur svefn landsmanna eru, þær eru ekki góðar, en ég ætla að sýna ykkur texta upp á bók sem er nýútkomin og heitir Why We Sleep og áhrif svefns og hugsið ykkur ef að svona lyf með þetta sem ég ætla að lesa upp kæmi á markaði. En góður svefn, hann lengir líf, hann bætir minni og sköpunargáfu, hann bætir útlitið og hjálpar okkur að halda kjörþyngd. Hann virkar fyrirbyggjandi gegn krabbameinum og heilabilun og það eru mjög sterk tengsl milli ónógs svefns og heilabilunar. Hann eflir ónæmiskerfið, hann lækkar áhættu á hjarta- og heilaáföllum og sykursýki. Hann stuðlar að hamingju og vinnur gegn þunglyndi og kvíða. Og það er það sem við sjáum í sífellt auknum mæli í samfélaginu, það er kulnun og kvíði og þarna er eitt af bestu meðölunum. En hér eru lýðheilsuvísar, hér stuttur svefn fullorðina og þá erum við að tala minni eða jafnaði 6 tímar á nóttu og við eigum að sofa í 7 til 8 tíma án lyfja fullorðnir. Og þið sjáið þarna Suðurnes og Vestfirðir eru með vestasvefnin og þarna sjáið þið að í gulusúlunum, það er semst árið í fyrra, að 36% hér í þessu á Suðurnesum sofa of lítið. Og svo það unga fólkið, tölurnar eru verri þar og hér miðað við minni eða jafnt og 7 klukkustundir en við viljum að unglingar sofi 9 tíma. Og þarna sjáum við líka Suðurnesin að 70% ungmenna sofa of lítið. Og þetta er eitthvað sem við verðum að fara að beina sjónum miklu meira að. Ég ætlaði þá ekki að hafa þetta lengra en að gefa orði til Dóru Guðrúnar Guðmundsdóttur sem er sviðsstjóri áhrifaþátta heilsu og hún ætlar að tala lýðheilsuvísa er lúta lifnaðarháttum. Gjörðu svo vel, Dóra. Já, góðan daginn og hjartanlega velkomin. Það er virkilega gaman að fá að kynna lýðheilsuvísana núna í 4. skipti og við höfum einmitt lagt áherslu á það að fara landið. Við byrjum á að kynna þetta í það sem hefur kett þjóðminningahúsið á Hverfisgötunni, svo fórum við norður á Akureyri, vorum á Egilsstöðum í fyrra og gott að vera komin hingað. Takk kærlega fyrir að taka á móti okkur hér. Ég ætlaði að fara í lifnaðarhættina og þessir lifnaðarhættir eins og við komum fram, eitthvað sem að við höfum heilmikla stjórn á, en eins og hefur líka komið fram, það skiptir mjög miklu máli hversu auðvelt það er fyrir okkur að taka ákvarðanir varðandi þessar lifnaðarhætti. Og það er ekki bara ábyrgð einstaklingsins eins og sást í þessum fína regnboga þarna áðan. Og mikilvægt að huga því hvernig við getum gert þetta hollaval auðvelt. Lifnaðarhættirnir sem eru þarna við höfum sett inn og eins og líka kom fram, við höfum sett þessa lýðheilsuvísu upp að fyrirmynd Norðmanna. En við bættum meira af líðan og hamingju mælingum þarna inn í. Og þetta er svona dæmi gott norrænt samstarf og nú eru Norðmenn að huga að því hvernig þeir geta bætt slíkum mælingum inn í sína lýðheilsuvísa. Þannig að ég ætla að byrja á að, hérna eru bara yfirlit yfir vísan og þetta er allt þarna, ég ætla bara að byrja á að fjalla eins þarna vísa sem að tengjast líðan. Og við höfum verið að mæla hamingju og hamingja fullorðina. Við erum að skoða þarna bara hlutfall þeirra sem að meta hamingju sína mjög hátt, til þessi mjög hamingjusama, svara 8 til 10 á skalanum 1 til 10. Og þar erum við að sjá 60% og það er nokkuð hátt og hátt með önnur lönd. En við höfum séð hærri tölur þegar við byrjum mæla sem kannski fyrir svolítið löngu síðan. En það að 60% séu mjög hamingjusamir eru nokkuð gott. Við sjáum ekki mikinn breytileika milli umdæma þarna. En svo það að við getum líka verið ágætlega hamingjusamir samt erum við að takast á við alls konar áskoranir. Og hamingjuríkt líf er ekki það að vera áhyggjulaus og brosandi allan sólarhringinn, heldur í rauninni að geta tekist á við áskoranirnar. Við sjáum ýmsar áskoranir eins og til dæmis streituna og hún er svolítið kannski meira breytileg eftir landsvæðum eða heilbrigðisumdæmunum. Og það þegar fer aðeins upp á við þarna yfir landið allt, 26% sem eru að segja að þið finni oft eða mjög oft fyrir mikilli streitu. En rauninni við komumst ekkert í gegnum lífið okkar í þessu hraða þjóðfélagi að finna fyrir streitu en að finna
mjög oft eða oft fyrir mikið til streitu svona kannski eitthvað sem að við viljum ekki vera í til langs tíma. Og það áhugavert að sjá höfuðborgarsvæðið fer þarna upp og það eins og Suðurnesjum eins og við sjáum þarna fór aðeins niður í fyrra færri en svo aðeins upp aftur. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að huga að og vera vakandi yfir, bæði líka á vinnustöðum og í samfélaginu, hvað helst að valda streitu og hvernig getum við tekist á við streitu á þá uppbyggilegan hátt þannig að við lendum ekki í einhverju kulnun. Nú svo það framhaldsskólar, það svolítið töluvert af framhaldsskóla gögnum eða vísum í ár því að það nýbúin framhaldsskólakönnun hjá rannsóknum og greiningu og við vorum ekki með gögn frá þeim þannig að það ræðist einmitt svolítið vísarnir ráðast svolítið af því hverju ári hvaða gögn við höfum, hvað nýjast og hvað líka hvar við viljum setja fókusinn þannig að það má klárlega sjá það í vísunum í ár að við erum með svolítið sterkan fókus á framhaldsskólanema og það sláandi að sjá þessar niðurstöður varðandi andlegu heilsu. Þetta bara einföld spurning, það spurt hvernig metur á andlega heilsu þína og það eru 4 valmöguleikar og við tökum hana saman þeir sem að meta andlega heilsu sína sæmilega eða lélega. Og bara til samanburðar að lýðheilsuvísar fyrir fullorðna í fyrra, þá erum við með helmingi lægra hlutfall fullorðina sem metur andlega heilsu sína slæma eða lélega. Þannig að það áhugefni, það svona 20%, það eru 40% ungmenna í framhaldsskólum sem að meta þetta með þessum hætti. Og ný mæling sem við erum farin að skoða meira og meira einmanaleiki því að við vitum að sá einstaki þáttur sem mesta áhrif á hamingju og veljan félagslegt net eða félagsleg samskipti. Og þá andstæðan við það einmanaleiki. Og einmanaleiki hefur ekki bara neikvæð áhrif á hamingju heldur erum við farin að sjá í rannsóknum að einmanaleiki getur haft neikvæðari áhrif á líkamlega heilsu heldur en jafnvel tóbaksreykingar sem hefur verið eitt af því sem hefur verið eitthvað skaðlegast. Þannig að einmanaleiki farin að koma meira og meira inn í rannsóknum og við erum að skoða hvaða hópur það sem mest einmana. Þarna erum við að skoða unga fólki að því að get sagt ykkur fyrst við vorum að skoða þetta þá eiginlega gerðum við ráð fyrir að það væri elsti aldurshópurinn sem væri mest einmana. En þegar við fórum að rýna þetta betur, þá var það einmitt sérstaklega ungir karlmenn sem eru mest einmana. Og við þarna greinum við ekki þarna í þessum vísi milli kynja en það líka áhugefni að sjá hversu margir það eru sem að segjast oft hafa verið einmana síðastliðna viku. Og þetta eitthvað, við erum að reyna að finna, við erum að sjá þarna í seinustu árum meiri vanlíðan og við erum að reyna að skoða hvað þættir eru það mögulega sem geti haft áhrif. Við erum að sjá þarna eins og Alma nefndi svefnin. Það einmanaleiki og svo getur það verið fleiri þættir sem við þurfum auðvitað að skoða. Við viljum svolítið að þessi lýðheilsuvísa séu gefa okkur vísbendingar og svo getum við kafað dýpra bæði í hverju svæði og skoðað önnur gögn til þess að hjálpa okkur að skilja stöðuna betur þannig að við getum gripið til aðgerða. Við erum með nýja vísa úr grunnskólanum í ár sem snúa að kennurum og foreldrum og það að því við fórum líka að sjá, það eru rannsóknir sem sýna að það hvernig börn upplifa viðhorf kennara síns til síns skiptir gríðarlega miklu máli. Í stórum rannsóknum erlendis hefur þetta sýnt sig að vera sá þáttur sem spáir best fyrir námsárangur og líðan í skóla hvort þú upplifir að kennarunum líki vel við þig. Og þetta kannski eitthvað sem við getum unnið með líka þáttur að vera meira upplýst þetta. Við settum þetta fengum að setja þetta inn í könnunni hjá rannsóknum og greiningu og erum að skoða þarna eftir heilbrigðissymptomum og það kannski við myndum vilja að öll börn upplifðu að kennurunum líki vel við þá. Við myndum bara vilja að allir upplifðu, já, kennurunum líkar vel við mig. En við fáum 55,7% yfir landið og held ég að við getum gert betur. Svo það annað sem við erum mjög þekkt fyrir, það hvað árangur sem við höfum náð í áfengis- og vímuefna eða áfengis- og tóbaksneyslu sérstaklega ungmenna. Íslenska módelið, þetta orðið einn helsta útflutningsvara Íslendinga og við fáum fyrirspurnir í næstu hverri viku fagaðalega erlendis frá sem vilja koma og læra hvernig náðu að taka unglingadrykkju og tóbaksdrykkju ungmenna niður og við vitum að
foreldraþátturinn var gríðarlega mikilvægur. Þetta hefði aldrei nást nema með samtakamætti foreldra og við höfum verið að sjá aðeins, það er aðeins slaki í þessum foreldra aðhaldi og foreldraslaki kalla ég á rannsóknargreiningu, þannig við ákveðum að setja þetta inn núna, ég ætla að sýna ykkur aðeins og svo hérna þið getið séð hérna að það eru tæplega helmingur sem að ver tíma ungmenna sem eru með foreldrum sínum og þetta eru svipaðar tölur bæði varðandi á virkum dögum helgar og við höfum bæði séð það að þetta skiptir gríðarlega miklu máli varðandi áhættuhegðun og þetta skiptir líka máli varðandi hamingju og líðan. Þetta spá best fyrir, það er bæði þess samveran þegar kemur á hamingjunu og líðan þá skiptir það umhyggjan líka máli en samveran er svona grunnþáttur og ég ætla að fekk lánaði hérna glæru hjá rannsóknum og greiningu til að sýna ykkur hvernig þróun hefur verið sínustu ár. Byrjum að ræða mikið hversu mikilvæg það er að verja tíma með börnunum hérna upp úr 97 þú veist þegar að í raunin ástandi var mjög slæmt hérna og þetta er búið að fara upp á við og við sáum að þessi samverum fór upp á við líka eftir fall bankana í efnahagshruninu og þá fór hamingja og veljan barnanna upp og hún fór niður hjá fullorðnum en svo höfum við verið að sjá þetta fara upp og svo erum við að sjá núna fyrsta skipti er þetta á niðurlög og við þurfum bara að hafa því og við viljum viðhalda þessu. Við finnum svolítið fyrir þegar við tölum við foreldrafélög og það er bara já, við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af unglungunum okkur í dag. Þau eru bara svo í góðum málum, þurfum ekki að hafa áhyggjur af hvort það er eitthvað eftirlitslaust partí og eitthvað svona því að en það er ekki þá, við þurfum að halda vel utan þau og við þurfum að verja góðum tíma með þeim og þetta er líka svipað þróun helgar að það eru aðeins færri núna í þessi 2018 heldur 2016. Hreyfing og næring, við erum með nokkrar vísa sem tengjast þeim. Það er virkur ferðamáti eins og nefndi eitthvað sem skiptir máli. Það er ekki nóg bara að vilja hjóla í skóla eða vinnuna. Það þarf að vera vel tekið á móti og okkur gert auðvelt að hjóla í vinnuna. Ég man eftir því á tímabili þá þegar að var eitthvað svona hjólað í skólan og svo komu börnin mín tilbaka og segði, heyrðu við megum ekki koma að hjóla þegar við getum ekki læst neins þar. Og þetta var náttúrulega tekið upp og þetta gekk ekki og þetta tók skólinn sér til og útbjó aðstæður fyrir börnin til þess að geta geymt hjólinn sín. Bara svona gott dæmi það. Það er ekki bara okkar einstaklingsins að ákveða heldur þarf að gera okkur þetta auðvelt. Og við sjáum það sérstaklega þegar við förum að skoða niður á sveitarfélög að það er mikil aukning þar sem að hefur lögð áherslu á að auka hjólreiðastíga eins og til dæmis á höfuðborgarsvæðinu. Þá sjáum við mikinn mun milli ára. Og ég hveti ykkur alveg sérstaklega til að skoða, hún Sigríður mun kynna mælaborð lýðheilsuvísa á eftir, þetta er einn af þeim vísum sem er hægt að skoða, virkur ferðamáti fullorðina, mjög áhugavert að skoða, bara svona læðið að ykkur, hafið þið hugað þegar hún kynir það. En þið sjáuð að það getur náttúrulega verið margt þarna á bakvið, hvað það er en í rauninni fyrir börnin, við búum þannig á flestum stöðum að börn geta mögulega gengið og hjólað í skólan og þá er líka minni hætt á umferðarslysum eða það er ekki mikil bílaumferð. En að sjálfsögðu einhverjum svæðum út á landi í meira dreifbíli hafa börn ekki tök á því að hjóla að ganga í skólan. En þetta er áhugavert að sjá þennan mun og við höfum verið myndið segja að skoða þetta aðeins eftir sveitafélögunum og ég hveti ykkur til þess að skoða það. En bara svo ég nefni að það hefur alveg tvöfaldast frá því að við byrjum að skoða þetta 2007 og í 2018 til dæmis í Reykjavík bara hversu margir það er sem að nota virka ferðamáta og það sem ég hef aðeins hjólað göngustíðan og það er gríðarlega mikið sem hefur breyst og það er okkur sem hefur gaman á að hjóla í vinnuna miklu auðveldara að hjóla í dag heldur en fyrir 12 árum síðan. Grænmetis og ávaxtaneysla fullorðina í ráðleggingum þá er mælt með að borða 5 skammta á dag. Við spyrjum það hversu oft fólk borði grænmeti og ávaxti og við sjáum það að það er ekki nógu hátt hlutfall þar. Það mætti vera betra. En þarna getum við líka séð að eins höfum verið að skoða svolítið hvernig er frambúðið í hverju heilbrigðisumdæmi. Og ég veit ekki hvort þið sáðu fréttina hvað New York búan sem flutti á Seyðisfjörð og farin að flytja inn einhver tonna grænmeti og dreifum Austfirði. Ég hlakka til að sjá hvort að þetta hækki ekki á næsta ári.
En það er áhugavert að sjá að einmitt það aðgengið auðvitað að grænmetinu og ávöxtunum skiptir máli að það sé áhugavert og girnilegt ávöxtu og grænmeti og svo við sjáum fallið og ávaxtabakkana hérna þessum fundi, það er hægt að hafa huggulegar veitingar sem eru hollar og það er líka gott að hafa það í huga. Ef okkur er bara búið upp á sætmeti, að þá kannski fáum við þakka frekar en virkilega til fyrirmyndar að hafa þessa fallegu ávaxtabakka hérna. Nú svo er það gosdrykkjaneysla fullorðina og við vitum það að gosdrykkir þeir hafa lækkað í verði á Íslandi, þeir voru með venjulegum virðisauka en duttu niður og fengu undanþágu, fóru niður í 7% eins og önnur matvæli og það er alveg sérstakt sko miðað við annars staðar í heiminum að við erum bara með gos mjög ódýrt og við drekkum miklu meira gos heldur en Norðurlandaþjóðirnar og gosdrykkjaneysla er eitt af því sem tengist offitu hvað mest því að við erum yfirleitt ekki að borða eitthvað hollt með gosdrykknum. Þannig að það er áhugavert að sjá það að þetta er meira sæðan svo uppleið og þið sjáu það hérna líka fyrir Suðurnes en það er uppleið hér, það er uppleið á höfuðborgarsvæðinu og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að snúa við. Við veldum að snúa einhverju hollari og betri drykki og draga úr bæði sykruðum og einhverjum hérna sykursætuðum hérna gosdrykkjum þessi þegar þó að þau séu með sætuefnum þá tengist þeir svona frekar óhollari matvælum. Nú svo er það hinni drykkina sem við höfum kannski enn meiri áhyggjur af og það er gríðarlega munur í orkudrykkjaneyslu framhaldsskólanema. Og þetta held ég þurfum að skoða í samhengi við það að svefnleysið, að það er ekkit eðlilegt ef maður er þreyttur að halda bara áfram endalaust á einhverjum orkudrykk, heldur þarf maður að hlusta á líkamann og gefa honum hvíld. Þannig að þetta er alveg virkilega sláandi að sjá að frá 2016 til 2018 hefur hlutfall framhaldsskólanema sem drekkur orkudrykki sem innihalda koffín daglega eða oftar farið frá 21,7% í 54,6%. Og ef við erum að sjá þessa miklu neyslu á þessum orkudrykkjum, of lítill svefn og vanlíðan. Þannig að ég held við þurfum að skoða þetta allt í samhengi. Ég ætla að enda hérna á kynferðisofbeldi og aðeins tóbaki, áfengi og önnur vímuefnum. Hérna eru upplýsingar hlutfall framhaldsskólanema sem eru orðið fyrir alvarlegu kynferðisofbeldi ævina og þetta er alvarlegt og þetta eru 15,5% yfir landið allt og það er áhyggjuefni og mikilvægt að það er náttúrulega mikilvægt átak í gangi hjá UNICEF þessa dagana. Tóbaksnotkun í vör hjá framhaldsskólanemum og hafa prófað kannabis. Þarna sjáum við töluverðan mun líka á milli landshluta og við erum að sjá að stúlkur eru að taka áður greindu við bara drengina en stelpur eru farnar að taka mikið í vör líka og bara rétt svona svo við sjáum þessa hvar helsti í rauninni aukningin er. Varandi tóbaksnotkun í vör þá er það á Vesturlandi, Austurlandi, Norðurlandi og Suðurlandi. En hérna svo þegar við skoðum prófa kannabis þá er sláandi að sjá munin hérna á Suðurnesjum að frá 2016 til 2018 hvað þau hækkað mikið og það séu 30%, yfir 30% nema hér í framhaldsskólanemar á Suðurnesjum sem hafa prófað kannabis. Þannig að við mitt hann Rafn Jónsson hérna sem er verkefnastjóri áfengis og vímuvarna hjá okkur, hann er með okkur í dag og við sett efni hérna og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að skoða betur hérna með ykkur þessu svæði. Svo er það svona aðeins jákvæðari fréttir hérna í lokin að ölvunadrykki hefur hins vegar farið niður á landinu öllu og hérna á Suðurnesjum. Og svo er líka mjög ánægjulegt að sjá að reykingar fullorðina fer áfram niður, fóru upp í fyrra hérna á Suðurnesjum en við verðum aftur niður og við erum 12,8%, það er aðeins yfir landsmeðaltali hér. En við erum komin í 8,6% yfir landið allt, hlutfall fullorðina sem reykja daglega. Þá læt ég þessu loki, búin að fara yfir lýðheilsuvísand sem tengist lifnaðarháttum og þá er hún Sigríður Haraldsdóttir sem ætlar að taka við og fara yfir þá sem snúa að heilsu og sjúkdómum. Áður hún tekur við þá legg ég til að við stöndum aðeins upp og hristum aðeins svona líkamann.
Jæja, nú eru allir að setjast niður aftur, eða ekki? Komið í sæl og blessuð. Það að fólk að fá sér eitthvað þarna. Getum við ekki bara látið þetta rúlla ef allir hafa gott hljóð. Já, sæl og blessuð. Mikið gaman að sjá okkur svona mörg. Ég tek undir með Dóru og Ölmu. Þetta heilmikill dagur hjá okkur í embættinu. Það mikil vinna sem liggur að baki því að koma þessu lýðheilsuvísum á koppinn og við erum ótrúlega glöð þegar margir koma og vilja hlusta á okkur kynna það því þeir eru þetta gerðir fyrir ykkur heima í héraði til þess að styðja ykkur í ykkar starfi. Ég ætla aðeins að byrja á því að tala aðeins nokkra vísa sem að vitna samfélagi. Tek þennan fyrst sem eru fæðingar mæðra, ungra mæðra undir 20 og ég man svo eftir í fyrst ef við gáum út vísana og það mann og bæjarstjóri hérna líka að það var svolítið umræðu þetta. Þetta eru vísi sem eru gjarnan í alls konar alþjóðlegri tölfræði, sem sagt mjög ungar mæður. Það eru auðvitað ákveðin áskorun og meiri áskorun að vera ung manneskja að eiga barn. Og þessar ungu manneskjur þurfa kannski meiri stuðning. En þið sjáu að landinu öllu þetta dálítið að breytast á milli tímabila. Það að lækka hlutfall fæðinga meðal kvenna undir 20 og það alveg eins að gerast hér á Suðurnesjum eins og annars staðar þó þið líki ennþá dálítið hærra. Síðan eru það þessi svona efnahagslegu og félagslegu þættir sem við höfum líka inn í vísunum eins og við komum fram hérna áður. Það svo margt annað en bara margt annað sem snertir heilsu. Menntun eitt af því sem tengist heilsu svo ótrúlega mikið og þess vegna finnst okkur svo mikilvægt að hafa menntunina inni og við höfum alltaf haft þennan vísi svona að við erum að sýna hlutfall háskólamenntaðra en það ekki þar fyrir að öll menntun skiptir máli. En við vitum það í gegnum rannsóknir eftir því sem menntunarárunum fjölgar að þá hefur það jákvæðir áhrif á heilsu. Og þið sjáið að svona hlutfall háskólamenntaðra að hækka á landinu öllu og gera það ár frá ári. En við sjáum líka að það bara mikill breytileiki á milli heilbrigðisumdæma. Og það eitthvað sem vert að hafa í huga. Og það vert að hafa í huga vegna þess að menntun hún eykur tækifæri okkur, hún eykur okkar lífsleikni, hún eykur okkar velmegun. Hún ger okkur færari til þess að bara taka þátt í samfélaginu, takast á við erfiðleika. Þannig að við viljum hafa þetta þarna. Á neðri myndinni þar sjáið þið hina menntunarflokkana líka, þetta eru gagn frá Hagstofunni og þið sjáið sem sagt hlutfall þeirra sem eru grunnmenntun, starfs- og framhaldsmenntun og háskólamenntun. Og ég veit að hér á Suðurnesjum þar eru heilmikil aukning í miðflokknum með starfs- og framhaldsmenntun og það hér besta mál. Þetta nýr vísir, hlutfall öryrkja, reyndar þetta bæði þeir sem eru sem sagt, með 75% öryrkumat og það sem kallað endurhæfingamat, sett saman í flokk, svona ráðleggingu Tryggingastofnunar og það skiptir okkur auðvitað máli að gera ykkur grein fyrir hvernig samfélagið okkar samsett. Þið þekkið það kannski að stærstu ástæðuna fyrir örorku eru geðraskanir, það svona 1/3 af þessum hóp yfir heildina eru öryrkjar út af geðröskunum og 1/4 út af stoðkerfisröskunum. Aftur sjáið þið að það talsverður breytileiki á milli heilbrigðisumdæma en það svona hægt á þessari aukningu. Það hafa búið að vera í talsverðan tíma dálítið mikil aukning á hlutfalli öryrkja. Síðan myndin fyrir neðan hlutfall þeirra sem eiga erfitt með að ná endum saman. Þrátt fyrir það að þessi kannski svona minni munur á heilsufarsútkomum eftir tekjum, á Íslandi heldur mörgum öðrum löndum, þá svo munur samt til staðar. Og okkur finnst gríðarlega mikilvægt að svona hafa þetta bak við eyrað og allavega þann hóp sem að upplifir það að hann eigi erfitt með að ná endum saman. Maður getur alveg hugsað sér að það fólk að það komi niður á heilsu þeirra og alls konar tækifærum sem það hefur í lífinu, bæði varðandi mat og hreyfingu og annað. Og það líka hugsanlega að það dragi úr því að maður noti heilbrigðisþjónustu þó vissulega sé kerfið okkar þannig að reyni að koma til móts við það. Þannig það mikilvægt að hafa þennan mælikvarða inni og við sjáum að það eru heldur færri árið 2018 sem að segist eiga erfitt með að ná endur saman þó að það sé ekki margtakumunur milli ára. Síðan ætla ég að fara í heilsu og sjúkdóma. Nú Dóra búin að segja ykkur ýmislegt varðandi lifnaðarhætti
og heilsu og sjúkdómar, þessi sjúkdómamælikvarði eru svolítið öðruvísi vegna þess að þeir hafa svona í sér uppsafnaðan tíma. Ef maður reykir þá fær maður ekki hjartasjúkdóm bara árun eftir, heldur þetta einhver langur tími sem að sjúkdómar taka að myndast í líkamanum okkar. Þannig þetta hefur allt í sér svona svolítið tíma, þessir vísa sig með hér. Reyndar langa mig rosalega að ef ég get farið á sett kynninguna niður og farið eins og netið, myndi það vera hægt, geti bara gert það sjálf hérna. Gleymdi henni blatuða fyrirfram. En mér langar að sýna ykkur í þessu sambandi að við erum búin að taka hluta af vísunum, þessum 43 sem eru þarna á blaðinu, og setja þau upp í svona mælaborð sem eru á vefni hjá okkur. Og það gert til þess að reyna að gera það svona aðgengilegri, fínt að hafa svona innblöðung, en hins vegar líka voðalega gott að geta bara farið á netið og bara séð þessu gögn svolítið sjálfur. Og það það sem við erum að reyna að gera með því að búa til þetta mælaborð. Og við erum búin að setja inn í þetta mælaborð, við opnaðum það fyrst í fyrra, búin að setja eina 13 vísa þar inn. Og vegna þess að það mikil eftirspurn eftir því að fá þessi gögn okkar greind niður á minni svæði, niður á sveitarfélagi eðlilega, af því að heilsueflandi samfélag virkar þar, að þá skulum sjá, ég ætla bara að sýna okkur hvað þetta reyndar, ég ætla að fara hérna bara á forsíðuna og ef þið farið hérna niður, ég ætla jafnvel að setja upp gleraugun svo ég sjá þetta, að þá langar mér að sýna ykkur bara hvar þið komist, hérna, ég ætla að sjá, undir tölulegar upplýsingar eru bæði lýðheilsuvísarnir og líka eitthvað sem heitir mælaborð lýðheilsu. Og það það sem við erum að þróa, það það sem okkur langar að sýna ykkur. Hér aðeins bara svona fjallað það, sagt hvað þetta og síðan eru þessi vísar hérna, þeir komið hérna hver á fætur öðrum. Þið sjáu hérna til dæmis hamingja fullorðinna, stuttur svefn og streita og svo hérna neðar eru lýðheilsuvísar sem tengjast sjúkdómum, heilsusjúkdómum. Hérna til dæmis allir opna þunglyndislyfjanotkunina. Og hér hafið þá tækifæri til þess að skoða vísana eftir ekki bara heilbrigðisumdæmum heldur 9 stærstu sveitarfélögunum. Og ástæðan fyrir við veljum þessi 9 stærstu að hérna hin eru of fámenn til þess að við treystum okkur til þess að brjóta gögnin niður. En hér sjáu þið, hér eru árin sem við eigum hérna undir, við erum að greina á milli karla og kvenna, þið sjáu tölunar hérna. Og sem sagt vikmörkin og hvort það margtakum munur og allt það og svo sjáum við heilbrigðisumdæmi hér og þið getið bara valið eitt og þá sjáum við hver þróun hefur verið á Suðurnesjum, hvað varðar þunglyndislyfjanotkun, þið getið skoða bara konur, þá þarf reyndar að velja þetta aftur sínast mér, nei, ég ekki að gera þetta rétt? Á ekki geta valið líka bara. Ég held að sé þannig. En ok, það virkar ekki alveg núna. Ég ætla að sýna ykkur sveitarfélögin. Hér sjáu þessi 9 stærstu sveitarfélög og þið geta líka skoðað þau. Ég man eftir þegar við komum hérna í Reykjanesbæ 2016 að þá var það ósk hjá þeim eins og svo mörgum öðrum að geta séð Reykjanesbæ sérstaklega. Þannig að þetta á nú auðvelda ykkur að skoða þessu gögn og við höfum uppfært þau líka, við erum komið 2018 tölur hér inn og það hægt að fara hér og skoða bæði skilgreiningarnar á bakvið, hvern vísi og fá svo nánari umfjöllun. Þannig að þetta eitthvað bara sem við ætlum að halda áfram með og vonandi að koma sem flestum vísum þannig inn og þið sjáu hér hvað þið eigum. Við getum skoða hér líka, þá bara sleppið þeim glærum eftir, til dæmis sýklalyfjaávísanir. Þið vitið að það er búið að vera heilmikið auðvitað átak í því að draga úr notkun sýklalyfja, sérstaklega hjá litlu börnunum og þetta er eitthvað sem sóttvarnalæknir hefur að vinna með læknum í héraði í nokkur ár. Og við erum alveg að sjá árangur. Það var smá vonbrigði hérna 2016 en svo er þetta aftur farið að lækka. Og hér aftur sjáum við það gríðarlega mikill munur á ávísana tíðni. Milli heilbrigðisumdæma og sjálfsög sveitarfélaga líka og þetta auðvitað svona gefur kannski vísbendingum mismundi verklag í heilbrigðisþjónustu því það er kannski ekki sérstaklega líklegt þessi svona rosalega mikill munur á sjúkdómatíðni sem að kallar á sýklalyfjanotkun. Þannig að þetta
ykkur tíma til þess að skoða og leika ykkur með. En svo ætlum ég bara að loka þessu og reyna að færa í kynninguna aftur og þá þarf ég væntanlega hjálp. Já, við vorum búin að ræða þarna aðeins heilsu og sjúkdóma og þeir hafa þennan uppsafnað tíma og maður horfa svolítið öðru sér þá. Þetta yfirlit yfir vísana og við byrjum á þeim sem að snúa eitthvað andlegri heilsu. Við vorum búin að tala svolítið þunglyndislyfjanotkun, við erum búin að sýna okkur hana. Við bættum reyndar við núna að við tókum ekki bara þunglyndislyfin, heldur líka slævandi lyf og svefnlyf. Og það var eftir ábendingu frá einu heilbrigðisumdæmi sem Austurland. Það heilbrigðisumdæmi hefur alltaf verið með mjög háa notkun á þunglyndislyfjum og þó við sem þjóð séum í mjög mikla slævandi lyfjum og svefnlyfjum þannig við einfaldlega settum þarna líka og þetta eitt af því sem að bara hvert svæði verður svolítið að skoða fyrir sig. Heilbrigðisþjónustan á Suðurnesjum sem Austurlandi eða hvar sem við erum, það er svolítið að skoða þetta og taka það svona til sín. Er þetta eitthvað sem okkur finnst bara eðlilegt miðað við okkar population? Er þetta eitthvað sem að við viljum skoða betur og hugsalega gera öðruvísi, en þannig erum við einfaldlega að leggja ykkur til gögnin og þið verið svo að skoða það sjálf, hvað ykkur finnst og hvort ykkur finnst að þurfa að vera breyting þarna á. Síðan er að varðandi líkamlega heilsuna, við vorum búin að fara yfir þessa stóru áhrif að þetta heilsu hjá Dóru, reykingar og hreyfingu, næringu, streitu. Allt þetta safnast og saman í þessum langunni sjúkdómum og þið sjáu þarna efriklæruna, blóðsykurslæknandi lyf, önnur insulín, en þetta gefur svolítið vísbendingum þróun og sykursýki 2. Við eigum því miður ekki einhverja tölfræði hversu margir með þennan sjúkdóm, þannig við notum þetta sem svona einhverja nálgun af það og við vitum það að smá saman er þessi sjúkdómatíðni hækka með við ýmsa lifnaðarhætti í landinu og mikilvægt að svona hafa það í huga og reyna að vinna gegn því. Í neðri myndinni þá er langvinn lungnateppa, þarna höfum við sjúkrahúslyf og þarna er þessi lungnasjúkdómar sem eru svona það sem reykingar eru stærsti áhrifaþátturinn og eðlilega er þetta þannig að tíðni þessa sjúkdóms endurspeglar svolítið lifnaðarhætti fyrir áratuga. Og ef við myndum til dæmis greina þetta milli kalla og kvenna þá sjáum við að konur eru þarna í verri málum heldur kallar að það er svona seinna komin reykingaþátturinn hjá þeim og þær eru viðkvæmari fyrir afleiðingu reykinga á þessa lungnasjúkdóma. Næst höfum við kransæða aðgerðir, það er svona mælikvarði sem við notum til þess að gefa vísbendingu hjarta- og æðasjúkdóm og kannski leið svolítið aðgengi heilbrigðisþjónustunni. Þarna er að verða breyting og við þekkjum hana, við vitum að það hefur dregið úr þessum sjúkdómum í Íslandi og það endurspeglast í þessar aðgerðatíðni og kannski ekkert óæðilegt að Suðurnesin liggi þarna aðeins hærra eins og með ýmsa aðra langvinna sjúkdóma og það er alveg í takt við kannski svona lifnaðarhætti síðustu áratuga. Þetta bara tekur tíma að fara niður og vonandi halda hjartasjúkdómurnar áfram að gera það þó að sé svona ákveðnar blikur á lofti út af öðrum áhættuþáttum. Neðri myndin, hún er ný, þarna er búið að reikna líkur á ótímabærum dauðsföllum vegna langvinna sjúkdóma. Þarna er búið að taka alla stóru langvinna sjúkdómaflokkana, hjartasjúkdóma, krabbamein, lungnasjúkdómana og sykursýki og búið að reikna út hver mikla líkur því að fólk deyi og snemma úr þessum sjúkdómum, sem sagt á aldursbilinu 30 til 69 ára. Þetta er orðið talsvert útbreiddur mælikvarði í Evrópu. Og það er svona eitt af markmiðum mjög margra er að draga úr ótímabærum dauðsföllum og þetta er aftur líka mjög uppsafnaði mælikvarði. Þarna hefur maður lifnaðarhættin einhverstaðar bakvið sem leiðir til sjúkdóma sem svo síðan hugsanlega endan með enda í dauðsföllum en við viljum auðvitað ekki að þau séu ótímabær og þið sjáu það er svolítil breyting þarna milli ára. Við erum að lækka. Ef við skoðum Ísland sem heild þá er þetta 8,3 sýnist mér. Ef við berum okkur saman til dæmis við Bretland þá er þessi tala 12,9, það eru 12,9% líkur að fólk deyi þar ótímabærum dauðdaga út af þessum sjúkdómum. Þið sjáu þar aðeins breytileiki milli umdæma, það rímar algjörlega við sjúkdómatíðnina og þess vegna að því að hún er svona heldur hærri á Suðurnesjunum þá er eðlilegt að þessi tala sé aðeins hærri.
ef við fyrir svo hvert allt annað í heiminn þá kannski þessi tala 20-30%. Þannig við sjáum þó það að við eigum mjög gott heilbrigðiskerfi sem vinnur á móti þessu og heldur okkur á lífi lengur. Við vildum gjarnan geta endurspeglað slysatölfræði betur. Þetta það sem við eigum best, það að dánatíðni vegna slysa, erfitt að eiga við því sem betur fer, er ekki svo margir sem deyja út af slysum. Þarna tökum við nokkur meðaltöl og berum þau saman því sjá að vikmörkin eru stór. En það samt sem áður svona vísbendingu það að dánatíðni vegna slysa sé margt hærri á Suðurlandi heldur en á landinu í heild. Við svona aðeins rýnt ofan í það, það kannski ekki engin ein svona tegund af slysum sem að valda þessu, en þetta eitthvað til þess að skoða aðeins betur. Þetta nýr vísir líka, fyrsti svona kynsjúkdómavísir sem við setjum að inn. Mjög mikilvægt að vera meðvitaður það. Þetta endurspeglar kannski ekki endilega bara sjúkdómatíðnina, þetta eru byggir á gögnum sem komi í gagnagrunni hjá sóttvarnalækni. Mikilvæga sjúkdómur vegna þess að hann hefur áhrif á frjósemi kvenna og mikilvægt að þessi sjúkdómur sem greindur, hann fer oft aldrei lengt, þannig að þetta er mikilvægt að vera meðvitaður hann. Aðeins forvarnir, ég var búin að tala sýklalyfja ávísanir, það þannig einn bólusetninga barna 80 mánaða, hann valinn svona í samvinnu við sóttvarnalækni, þetta bara mjög mikilvægt og eitt af hans svona átaksverkefnum að hækka hlutfall bólusettra barnum á 18 mánaða aldur tengist í átaki sem var fyrir vetur út af mislingunum og þess vegna sjáum við bara mjög háu tölur þannig núna í ár. Hér eru skimanir bæði vegna leghálskrabbameins og vegna brjóstakrabbameins, þessu umræðu þekkið þig. Við vitum að við erum komið niðar heldur við viljum varðandi hlutfall þeirra kvenna sem að skila sér í skimanir. Sem betur fyrir það ekki að lækka þó milli ára núna, en við sjáum að það eru gríðleg tækifæri. Við sjáum að það munur á milli heilbrigðissjúkdóma. Þetta eitthvað sem hægt að vinna svolítið í, svo getur gerst svolítið á vettvangi og það verður gaman að sjá tölurnar fara upp fyrir Suðurnesin. Aðeins varðandi heilbrigðisþjónustuna, þetta eru liðskiptaaðgerðir með og hné, líka mikið til umræðu ákveðum að hafa þessu vísi inni núna og heildanalitið tíðnin þessar aðgerða að aukast og hefur gert það í kjölfar á biðlistaátaki, en þið sjáuð að hún þó nokkuð mismunandi milli heilbrigðisþjónustu, þetta líka eitthvað sem að fólk heimi hér að það svolítið að spyrja sig, þetta endurspegla mismunandi þörf fyrir þessa þjónustu eða eitthvað annað, þannig að ég legg það í ykkar hendur að skoða það. Biðlisti eftir hjúkrunarrými, þetta líka svolítið erfitt að búa til mælikvarða bið eftir hjúkrunarrými. Við förum hér þá leið að sjá hversu margir að meðaltali að bíða yfir heilt ár með við íbúafjölda eða mannfjöldi á sama aldursbili. Og þetta eitthvað sem að hreyfist heilmikið milli ára. Það vandamál í einu heilbrigðisumdæmi þetta árið, svo einhver öðru umdæmi hitt árið og svo margt sem kemur þarna að og sumt kannski erfitt að spá fyrir. Síðan svolítið skemmtilegt að segja frá því að við höfum alltaf haft þessar heilsugæslu heimsóknir per íbúa og líka heimsóknir til sérfræðinga per íbúa og þið sjáið í efri myndinni að komum á heilsugæslustöðvar á íbúa að fjölga og þetta sérstaklega áberandi á höfuðborgarsvæðinu og þið þekkið það kannski frá umræðinu, þar var tekið í notkun nýtt fjármögnunarkerfi sem á svona styðja heilbrigðisþjónustuna heilsugæsluna sem fyrsta viðkomista sjúklinga, þannig að það greinilega hafa áhrif þar, þannig höfuðborgarsvæðið aðeins fara að líkjast meira landsbyggðinni, það hafa alltaf verið fleiri komur, heilsugæsluna alltaf tekið meira af stærri hluta af heilbrigðisþjónustu einstaklinga á landsbyggðinni, þannig höfuðborgarsvæðið aðeins að koma þangað. Á sama tíma aðeins að draga úr heimsóknum til sjálfstæðandi sérfræðinga þeirra sem eru á samningi við sjúkratryggingar. Það sjáum við kannski mesta breytingu á höfuðborgarsvæðinu en aftur þetta eitthvað sem við búin að sjá allan tíman þennan mikla mun á búsetu fólks. Íbúar á Vestfjörðum eru með minnst af heimsóknum til sjálfstæðandi sérfræðinga per íbúa og höfuðborgarsvæðið mest og þetta fyrst og fremst náttúrulega framboð og aðgengi að þjónustu og allar þessar tölur eru alltaf eftir búsetu einstaklingana. Við viljum benda okkur á að við erum með efni á vefnum þess við fjöllum og þegar við dreift eitthvað hérna líka, kannski einhverju búin að sjá það alla vísana. Þar segjum við svolítið af hverju við erum að velja hennar vísi,
hvernig tengist heilsu og við reynum að tengja þetta við vísindalega þekkingu. Við tökum vísindaransóknir og tengjum þær við. Þannig erum við að reyna að miðla þessu til ykkar, þið sem starfa á vettvangi, þegar við ætlumst ekki til þess að þið trúi bara okkur, heldur að þið fái þetta svolítið beint í að þetta hjálpar ykkur við að vinna með vísana. Og já, og þá bara aftur langar maður að segja ykkur frá mælaborðinu og hvet ykkur til að skoða það. Við erum með þetta hverju ári að þróa þess að vísa heilmikið áfram. Við erum heilmikið að skoða núna hvort við getum tekið einhverja umhverfisvísa inn. Við höfum von til þess að taka inn vísi á næsta ári sem fjallar flokkun á sorpi, ef ég man rétt, og við viljum endilega taka einhverju svona umhverfisþætti inni ef það er mögulegt. Birgir sagði ykkur frá því að það er búið að samþykkja heilbrigðisstefnu, gríðarlega mikilvægt. Við munum að sjálfsögðu horfa á hana og reyna að endurspegla eitthvað þar. Við erum að horfa á sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna, þannig við reynum allt sem við getum til þess að tengja. Jæja, við erum komin eftir áætlun sko. Þannig að ég held að við ætlum bara að drífa í þessu Kjartan. Þú ætlar að kynna nýtingu lýðheilsuvísa í Reykjanesbæ. Gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri og ágætu fundamenn. Á meðan að yngir að finna glærurnar að þá ætla ég nú að byrja því að bjóða ykkur velkomin til Reykjanesbæjar og þakka fyrir þennan fund. Stutta útgáfan af mínu erindi myndi bara einfallega hljóða svo að það er ljóst að við hér á Suðurnesjum höfum verk að vinna. Lýðheilsuvísandi sýna okkur það. Það sem ég hins vegar langar til þess að gera er að fara hérna í gegnum nokkra glærur og sýna ykkur hvað við höfum verið að gera og hvað við erum að gera. Og að því að við höfum sko staðið frammi fyrir alls konar aðstæðum áður og tekist að leysa þær ágætlega með samheldni og það er rétt að geta þess núna í framhaldi af þessum lýðheilsuvísum bæði fyrra og svo þessu sem við erum að sjá núna að samstarf og samtal á milli sveitafélaganna og Suðurnesjum annars vegar og að frumkvæði Markúsar og Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja hins vegar er hafið. Þannig að við ætlum að taka höndum saman og bregðast við þessari stöðu sem að óneitanlega og er óhjákvæmilegt að gera. En hér seint á síðustu öld þá vorum við að glíma við úlingavandamál ýmiss konar bæði tóbaksneyslu og drykkju og það voru sett hér í gang alls konar verkefni. Forvarnanálgun hér kom fram áðan að svo árangur og þær aðferðir sem að Ísland hefur notað til þess að ná árangur á þessu sviði hefur vakið athygli og við höfum nýtt okkur þetta sem að kalla gullni hringurinn, það er samband við foreldra og jafningjaáhrif, skólinn og frítími. Allt þetta reynt að gera þetta mjög markvisst. Íslenska módelið það tekur fyrir þessa áhættu þætti sem er jafningjahópurinn og óskipulaðar athafnir og verndandi þættir eru skipulagt íþrótta- og tómstundastarf og foreldrar og forráðamenn og það hefur verið unnið mjög markvisst eftir þessu hjá okkur. Við höfum verið að sinna á forvörnum ágætlega, við erum með samkomulag við veiting- og skemmtistaði í samvinnu við lögregluna að fækka ofbeldis- og fíkniefnabrotum og útiloka ungmenni sæki skemmtistaðan okkar. Það var stofnuð hér útideild og við fórum í markvissar aðgerðir í skólamálum og erum svona í landsmeðaltali í samabótum einkennum og svo kannski það sem við erum að gera núna og ég kem aðeins betur inn á eftir það sem í daglegu tali kallað Janusarverkefni og tengist Janusi Guðlusinni sem er nú hér í salnum. Hvar ertu, Janus? Þarna? En formlega nafnið er fjölþætt heilsuefling 65 ára og eldri og ég kem aðeins betur á því og eftir. Nú við erum þáttakendur í heilsueflandi samfélagi og erum með heilsueflandi leikskóla og fjölbrautaskólinn okkar er heilsueflandi framhaldsskóli. En þið sjáu þarna efst hægra megin, hér er verk að vinna. Samkvæmt mínum upplýsingu þá er engin af 6 grunnskólum í Reykjanesbæ, bráðum 7.
yfirlýstur heilsueflandi grunnskóli, þannig að það klárlega tækifæri þar hjá okkur að gera betur. Við höfum verið að bregðast við svona í gegnum tíðina í umhverfinu og hér kom fram áðan að það væri sveitarfélagana að skapa aðstæður og betra umhverfi svo að íbúarnir gætu þá notið útivistar og hreyft sig og við höfum verið að vinna í því. Hér til dæmis, þetta bara svona eitt af mörgum eða nokkrum verkefnum sem í gangi, að það eru hugmyndir hér það sem við kallum Njarðvíkurskóg, við erum byrjuð að undirbúa það. Þetta svæði hérna rétt fyrir ofan byggðin í Ytri Njarðvík og við höfum verið að vinna hér og laga til og búa til svona aðlaðandi svæði. En við vitum líka að það tekur tíma að koma á skógi. Þannig að kannski skoðum við þessa glæður eftir 30 ára aftur og getur þá sýnt ykkur skóginn. Hann ekki kominn en við erum byrjuð að sá og planta. Ein af þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir þáttaka erlendra barna í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi, erlendra barna og ungmenna. Og við hófum verkefni á síðasta hausti í sérstöku sérstöku átaki sem velferðarráðuneytið styrkti. Við erum að sjá árangur, hann kannski ekkert gríðarlegur en hann samt í rétta átt. En haustið 2018 þá voru 226 erlend börn þáttakendur í skipulögðu starfi af 2003 og þarna erum við að tala aldrei 6-18 ára eða þetta gerir 11,2% erlendra barna. En núna í vor nýjustu tölur segja okkur að þau séu 268 af 2173 eða 12,3%. Þannig að við erum að ná hægt en bítandi árangri þarna og munum halda þessu áfram. Og núna í haust þá hefjum við verkefni þar sem að við eigum flotta íbúa sem eru að erlendu bergi sem ætla að heimsækja skólana og tala þessu máli með okkur og fyrir okkur. Og þá það körfuknattleiksmaður úr Njarðvík, Maciek Baginski og svo ung og mjög flott stelpa sem kemur úr ungmennaráðinu og var að klára 10. bekk núna heitir Filoretta Osmani. Þannig að við erum svona að reyna að ná til þessara barna og ungmenna og við verðum með plakat á íslensku, ensku og pólsku sem kynna allar íþróttir og tómstundir líka. Við erum með þverfaglegan hóp sem gengur undir nafninu samtakahópurinn sem að heldur utan meðal annars þetta verkefni heilsueflandi samfélag og í honum eru lögreglan og grunn- og leikskólar, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eða fulltrúar þessara aðila, FF-GÍR sem eru foreldrafélög og foreldraráð í grunnskóla Reykjanesbæjar, Barnavernd Reykjanesbæjar, Fjörheimar félagsmiðstöðin okkar og svo íþrótta- og tómstundafulltrúi sem vinnur með hópnum. Við höfum tekið virkan og góðan þátt í öllum þessum átaksverkefnum sem við þekkjum og eru á landsvísu, lífslaup og hjóla í vinnuna og hreyfivikan og svo heilsu- og forvarnavika sem við erum með á haustin þá svona meira lokal hér og við náum að virka alveg ótrúlega marga í því og það eru bæði mörg erindi og kynningar, fyrirtækin komið í þetta með okkur og við erum svona öll að róa í sömu átt í þessari viku og hann segir mér Hafþór, íþrótta- og tómstundafulltrúinn okkar að það sé orðið þannig að fyrirspurnir komi mörgum mánuðum fyrir heilsu- og forvarnavikuna frá ýmsum aðilum dagsetningar. Þannig vilja fá að vita þetta því þeir eru að byrja að undirbúa þetta löngu áður. Nú við erum með samningu við rannsóknir og greiningu eins og ég held svona flest allavega stærri sveitarfélög og við erum að vinna með niðurstöður úr þeirra vinnu innan samtakahópsins og þetta allt saman birt á heimasíðu Reykjanesbæjar og þá líka við lýðheilsuvísuna og þarna hlekkur á það. Ég ætla ekki að því við erum komin eftir áætlun, ég ætla ekki að fara inn á heimasíðuna en það á að vera auðvelt að finna þetta þar. Það eru ýmsar upplýsingar í þessum málaflokkum þar. Nú, svo þetta svona dæmi viðbragð við óæskilegum niðurstöðum. Það voru niðurstöður sem sýndu það hjá okkur að ungmenni voru hér meira en annars staðar að prófa sig áfram með rafrettur og þá fengum við fólk til þess að tala á málþingi rafrettur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og
tókst það bara mjög vel, þannig að þetta er spurningum að mennta og fræða og upplýsa. Nú samtakahópurinn hann hefur líka beitt sér fyrir aukinni vatnsdrykkju, eins og hér kom fram áðan, að þá erum við duglegir í gosinu en kannski ekki nógu duglegir í vatninu og þá höfum við sett í gang svona kynningar og verkefni, auglýsingar í því hvernig við ætlum eða við viljum hvetja fólk til að neyta meira vatns í stað goss eða annarra drykkja, tala nú ekki orkudrykkja. Og svo hefur ýmislegt verið gert. Við erum með forvarnadag fyrir 8. bekk í grunnskólum. Fáum þá góða gesti þarna, ég veit ekki hvað þið sjáðu, þetta er Jón Jónsson mættur og hann er að tala um fjármálalæsi og svo framvegis, síðan er fræðsla fyrir foreldra skaðsemi fíkniefna og við höfum notið bæði velvildar og stuðnings margra aðila í þeim efnum. Við erum mjög heppin með, og þetta vil ég leyfa mér bara að tengja við einstakling, en ég hefði viljað hafa sett mynd á honum á það. Þegar krakkarnir og kennararnir og foreldrarnir elska Krissa og við líka. En þá var einhver sem benti mér á að ég þyrfti að fá leyfi út af persónuvendinni að setja mynd á hann, en ég gerði það ekki. Tók ekki sénsum því, en það er mjög mörg verkefni sem að lögreglan er að sinna í þessu málaflokki og við erum mjög ánægð með það samstarf og tökum virkan þátt í því. Nú samstarfsaðilar hópsins eru fjölmargir, ég ætla ekki að telja þetta allt upp, en það eru nágrannasveitarfélögin og skólar og björgunarsveitin og fleiri. Þannig að þessi vettvangur, samtakahópurinn, skipti þennan hóp bæjarbúa, börn og ungmenni gríðarlega miklu máli. Nú við rekum forvarnasjóð sem að hópar og félagsamtök geta sótt styrk í. Það má alltaf velta fyrir sig hvort að það sé nægilega mikið fjármagn í sjónum, en núna erum við með 2 milljónir og gætum örugglega eitt eða sett meiri peninga í þetta, skulum við segja. Ég ætla einmitt ekki að segja eitt, heldur fjárfest, en það má alltaf gera betur í þessu. Nú aðeins svona fyrir að líða seinni hlutann þessu, fjölþætt heilsuefling 65+ í sveitarfélögum, leiða farsælum efri árum. Þetta er þetta svokallaða Janusarverkefni sem við erum búin að keyra í samstarfi við Heilbrigðisstofnun, skólamat sem er mjög öflugt fyrirtæki hér í bæ sem að, eins og nafnið bendir til, hefur sérhæft sig að þjónusta skóla á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Og hér segjum við að seinka 250 einstaklingum í Reykjanesbæ 1 ár inn á dvalar- og hjúkrunarheimili. Við setjum verðmiðan 13 milljónir á hvern þessara 250 sem það kostar það bil að halda út í hjúkrunarrými í 1 ár á hjúkrunarheimili fyrir 1 einstakling. Ef okkur tekst að seinka þessum 250 sem þarna eru núna í 1 ár, þá er það 3,2 milljarðar sparnaður fyrir ríkið. Sveitarfélagið að kosta þetta í samstarfi við aðra, en hjúkrunarheimilin eru rekin af ríkinu og ég hef notað þetta tækifæri og við ykkur sem eru bæði í landlæknisembættinu og ráðuneytinu að gefa þessu verkefni sérstakan gaum. Það skiptir okkur öll gríðarlegu máli. Ég er mjög glaður að sjá að Janus er hér, enda er hann áhugamaður verkefnið og lýðheilsu hér. Ég hef unnið svolítið með þessum hóp. Þetta eru fleiri hundruð eldri borgarar, eða 65 ára og eldri, og ef að Janus færi framboð í bænum núna þá myndi hann fá 99% fylgi í þessum aldurshópi, það getur sagt ykkur. Það er alveg pottþétt. Ég hef líka heyrt það að þetta er ekki bara líkamlegur ávinningur heldur andlegur, og foreldrar eða börn sumra af þessum þátttakendum hafa komið að máli við okkur og sagt það bara allt annað bragur á mömmu og pappa eftir að pappi sem lá alltaf í sófanum, nú er hann fann að fara í ræktina 3 vikur, hreyfði sig aldrei og synda 4 sinnum, ganga og kissa mömmu aftur og svona, sem er bara frábært Þannig að andlegi þátturinn árangurinn af þessu er magnaður og ég ætla ekki að fara í einstaka mælikvarða en þið sem ekki vitið þá er Janus doktor í þessum fræðum og er með mjög miklar og nákvæmar mælingar á árangri
Þannig að við fáum mjög mikið upplýsingu frá honum árangurinn og erum afar ánægð með það sem við sjáum. Hann að styrkja þau og efla og munið bara 13 milljónir ári hvert ár sem testa senka, það munar minna. Og svo það líka mjög flinkur að búa til glærur. Og hérna erum við, ég fekk ekki leyfi frá Gunna til þess að setja þetta inn í annars og þú segir honum ekki frá því. En þetta 94 ára gamall maður sem að æfi núna lyftingar 3-4 sinnum í viku og sprelljandi. Og ef ég man rétt þá vorum við á einhverjum fundi síðla vetra núna. Það sem að Janus nýtti tækifærið og færði Gunnari nýtt par af skóm því að gömlu æfingaskótir hans voru búnir. Hann var búinn að æfa svo mikið. Þannig að Janus gaf honum nýja skó í tilefni dagsins. Og svo eru hérna svona áframhaldandi tölur hvað hefur horfið eða hvað hefur áunnist í vöðvamassa og hvað er horfið af fitumassa úr þessum hópum. Nú næstu skref hjá okkur, við erum að vinna í því að vorum síðast í bæjarstjórn á þriðjudaginn að fjalla skipuritt sveitarfélagsins og í því núna gert ráð fyrir lýðheilsu fræðingi eða lýðheilsu fulltrúa. Þannig að við erum að vinna að því að fara að auglýsa eftir slíkum og vonandi finnum við hann og getur ráðið lýðheilsu fræðing eða lýðheilsu fulltrúa inn. Nú við erum að vinna í stefnumótu líka og þá koma þessi ytri plögg, barnasáttmáli, heimsmarkmið og svo framvegis vissulega inn í það. Við erum líka þáttakendur ásamt Kópavogsbæ og Árborg í því sem heitir vísitala félagslegra framfara, hefur líka verið kallað framfaravog sveitarfélagana á ensku Social Progress Index og sumir hér kannski þekkja og kannast við. Þannig að við erum að horfa til þessara viðurkenndu aðferða út í heimi líka, hvernig menn að fylgjast með og mæla. Og þá það spurning á lokum, hvað getur ríki gert? Og við höfum sveitarfélögin á Suðurnesjum bundist samtökum, má segja, og viljum standa vörð heilbrigðisstofnun Suðurnesja og teljum að það þurfi að styrkja hana verulega. Við höfum margoft sýnt fram á það að það hallar á okkur og heilbrigðisstofnunina þegar horft til fjárveitinga. Og mér tjáð af Markusi að bæði sé aðstæðan þar ekki samkeppnisfær og það sé kannski erfitt að fá fólk til þess að ráða sig til starfa þegar aðstæðan ekki í lagi eða ekki spennandi. Okkur vantar 15 lækna til þess að vera á pari við höfuðborgarsvæðið þegar við berum saman íbúafjölda á okkar svæði. Og þá hefur ekki, þegar við segjum 15 lækna, þá erum við ekki að taka tillit til aukis álags vegna fjölda íbúa erlendu bergi en það ekki neinu blöðum það að fletta að það náttúrulega auki álag sem að fylgir því að vera með 25% bæjarbúa af erlendu bergi. Og í alls ég ætla ekki að fara út í þá sálma alla saman en það fylgir því bæði andlega og líkamlega og félagslega það bara áskorun sem við erum að gera okkar besta í að leysa og sjáum ekki annað en að þetta sé komið til með að vera og þetta hlutfall mun aukast og væntanlega færist það svo yfir á landið allt síðar eins og annars staðar á Norðurlöndum og annars staðar í heiminum að hér verður meiri blöndun. Nú að lokum bara vil ég segja þetta að það engu blöðum það að fletta að þetta landsvæði kemur ekki vel út þegar lýðheilsuvísar eru skoðaðir. Við gætum alveg nota afsakanir á borð við það að hér sé hæsta hlutfall innflytjenda, að háskólamenntaðir séu fjölmennastir á höfuðborgarsvæðinu eða styttri svefn sé hægt að útskýra með því að fjöldi bæjarbúa stundi vinnu, vaktavinnu eða vinnu utan svæðisins. En ég ætla ekki að gera það. Við ætlum bara að segja, við þurfum að bregðast við, það þarf vitundavakningu á meðal bæjarbúa. Við þurfum að vera duglegir að hreyfa okkur og þá við okkur öll eflaust. Hér í sveitarfélaginu eru fjölmargir gullfallegi staðir sem hægt að gangum og ekki bara í Reykjanesbæ, heldur á Suðurnesjunum öllum. Gangum, hlaupa og hjóla. Við höfum frábær útivistarsvæði sem geta nýst okkur til að bæta heilsu. Við þurfum öll að huga heilsusamlegra mataræði og minnka óhollustu og við þurfum að nota þessar tölur og þessar niðurstöðu sem hvatningu til að gera betur og verða betri og það ætlum við að gera.
Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Kjartan. Hvernig var við staðum upp í hálfa mínútu? Tegjum úr ykkur, eða ekki? Ég held það. Og með við tegjum úr ykkur þá ætlum ég bara að bjóða næsta fyrirlesari upp í pontu. Hún heitir Aldís Hafsteinsdóttir og kemur frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga. Formaður, gjörðu svo vel. Jæja, allir sestir, en fundarstjóri, aðstoðarmaður ráðherra, landlæknir og góðir gestir. Það hefur verið alveg einstaklega áhugavert punnur og ég tek það með mér sem sagt heim að við Sunnlendingar sofum mest af öllum á Íslandi. Það var örugglega ekki, bæjarstjórinn Hveragerði var ekki með í þeirri rannsókn sem þarf 12 forrit til að koma mér í rúmið, sko. Við borðum aftur á minnst grænmeti á Suðurlandi. Það fannst mér líka dapurlegt. Það var þetta mjög gott að við sváfum mest, en það var dapurlegt að við borðum minnst grænmeti, verandi með mesta grænmetis framleiðslu á Íslandi í túnfætinu. Þetta nú bara efni í grein í sunnlenska, skal ég segja ykkur. En ég vil segja ykkur frá því að ég stend hér auðvitað sem formaður Sambands Íslenskra sveitarfélaga sem að, og þar hefur verið unnin stefnumörkun sem stjórn vinnur eftir. Það gerum við á 4 ára fresti á afloknum sveitarstjórnarkosningum með breiðri aðkomu sveitarstjórnarmanna og í núverandi stefnumörkun fá velferðarmálin mjög veglegan sess. Þar kemur meðal annars fram að sambandið ætlar sér að vinna með embætti landlæknis að innleiðingu og framkvæmd lýðheilsustefnu, svo sem með verkefnum heilsueflandi skóla og geðheilbrigðisáætlun með sérstakri áherslu á líðan og velferð barna. Það hefur verið mikill áhugi hjá sveitarfélögum að gerast þáttakendur í verkefnunum heilsueflandi sveitarfélög og samfélög. Og eins og marg koma hér fram að það var þegar 25 sveitarfélög skrifað undir samstarfssamning við embættið og já, ég sé glærurnar hans Kjartans hérna. Ég fór alltaf að hugsa, býtur þetta að hreyfast þarna upp á skjánum, en það ekki sem sagt. En í þessum sveitarfélögum búa 86% landsmanna. Meðan við fréttir undanfarnar vikur, þá var svo ljóst að sú tala á eftir að hækka til mikilla muna, en þetta er mikil vakning í samfélaginu í átt að bættri heilsu og vellíðan. Og það er greinilegt að sveitarstjórnarmenn ætla ekki að sitja og aðgerðalausir þegar að kemur að þessum málum. Ég fullyrði að allir sveitarstjórnarmenn eru knúnir áfram af þörf til að láta gott af sér leiða, að búa til betra umhverfi og enn betri lífsskilyrði fyrir íbúa hvers samfélags. Að taka þátt í verkefni eins og heilsueflandi samfélagi er frábær leið til að takast á við þær áskoranir. Þar er lögð áherslu á virka þáttöku fjölda aðila og hort til innviða hvers samfélags og þeirra möguleika sem það býr yfir. Sveitarstjórnir geta búið til aðstæður sem hvatt geta til heilbrigðs lífsstils, eins og til dæmis Kjartan fór hérna yfir. Það er hægt að gera það með öflugri fræðslu, uppbyggingu göng- og hjólastiga, skapa aðstæður til fjölbreyttrar útivistar og íþróttaiðkunar, en einnig með því að stuðla að góðu og manneskjulegu samfélagi. Það hefur víða komið fram að undanförnu að einmanaleiki er orðin meinsemd. Ekki bara hér á Íslandi heldur víð heim. Hugsið ykkur að það skuli vera orðin til ráðherra einmanaleikans í Bretlandi. Hver hefði trúað því fyrir nokkrum árum að það þyrfti heilan ráðherra bara fyrir einmanaleika? Tæknin, eins og hún er góð, hefur ekki fært okkur nær hvert öðru. Heldur virðist hún hafa minnkað hinn mikilvægu mannlegu samskipti. Þeim aðstæðum þar sem við sitjum og spjöllum, ræðum málin og eigum innihaldsríkar samræður fer fækkandi. Á veitingastöðum og á næstum og flestum stöðum þar sem maður kemur innan fólk sitja allir með nefið ofan í snjalltækinu og þeir líta varla upp. Ég gleym ekki, ég var á flugvelli erlendis fyrir nokkrum árum, stóð við bandi þar sem voru ná í töskurnar og það var fótboltalið að bíða eftir töskunum sínum.
og ég hugsaði, ég var bara sein að taka mynd, þetta hefði verið geggjað myndefni í svona fyrirlestur. Þeir stóðu allir og sneri átt á bandinu, en þá horfðu allir á símann sinn. Þeir voru bara eins og neanderdalsmaðurinn, gónandi ofan í síman, það var enginn að tala saman og það var enginn að horfa á bandið með töskunum. Þetta var alveg með ólíkindum og þið viti hvernig þetta er ef við erum í strætó eða lest eða þarna einhvers staðar á opinberum stöðum. Ég var svo vitlaus að ég af rangri kynslóð. Ég þurfti að bíða á bensínstöð fyrir nokkrum árum og þarna sagði svo við þann sem náði mig og þetta var svo gaman, ég keypti mér blað að lesa því annars hefði mér leiðst svo á bensínstöðinni. Hann horfði á mig sem ég væri algjör vanviti, ertu ekki með síman? Gastu ekki fundið þér afþreyingu í símanum? En almennt tjáskipti eru miklu minni en það ætti að vera. Þessu verðum við öll að bregðast við. Við erum þrátt fyrir allt ekki framlenging á lyklaborði, heldur fólk. Manneskjur með heilbrigðar þrár eftir vinskap, hlýju og samneyti við annað fólk. Þarna geta sveitarfélögin komið sterk inn. Sveitarfélögin sinna þeirri þjónustu sem næstir íbúum og búa til aðstæður í nærumhverfi hvers einstaklings. Það kom fram hérna áðan, hjá Dóru minni mig, að það er áberandi hvað ungir kallmennir eru einmana. Ég næstu því vissum ef að hin spurningin hefði verið hversu mikið eru þessir ungu kallmenn í tölvunni hefði komið fram beint orsakasamhengi þar á milli. Þess vegna fagna ég mjög því sem við erum að sjá gerast núna víða að það er verið að búa til tölvurými. Það er verið að stofna rafíþróttadeildir í íþróttafélagunum. Til þess einmitt að ná utan þennan hóp sem stundar þessa íþrótt heima hjá sér og hittir aldrei fólk. Við þeir veiku vona við getum dregið þennan hóp út og þau spila einhvers staðar saman. Því að það þýðir heldur ekki að berjast gegn þeirri þróun sem er orðin og mun bara aukast. Það verður gaman að fylgjast með því hvernig þetta mun þróast. En snertifleiti sveitarfélag við íbúa eru fjölmargir og í raun miklu fleiri heldur en ríkisfulltrúar, þar sem til dæmis mín síðustu samskipti voru bara dæs yfir álagningu skattsins. Við þurfum að vera meðvituð að við þrífumst öll á mannlegum samskiptum og þar geta sveitarfélögin og munu gera sitt til að tryggja að enginn eða allavega sem fæstir upplifi einmanaleika sem veldur vansæld og vanlíðan. Ég með langar að segja ykkur örstutt frá heilsueflingarverkefni sem að við vorum með í Hveragerði. Það var ekki Janus, við köllum það Jónínu verkefnið. Þetta er svona jóðinn. Jónína Ben kom til okkar, hún býr hjá okkur og bauðst til þess að vera með verkefni fyrir elsta hóp íbúa Hveragerðsbæjar. Það skráði sig 95 manns í verkefnið. Við erum bara 2600 hvergeringar. Og þau iðkuðu sund og líkamsræktarlyftingar og gríðarlegur árangur, frábært. Ég hef aldrei nokkuð tímann fundið annað eins þakklæti í nokkru verkefni sem Hveragerðisbær hefur staðið að. En það sem var skemmtilegast var að þetta var risastór hópur af fólki sem aldrei hafði tekið þátt í félagsstarfi aldraðra. Núna hafa þau kynnst, Jónína er hætt í verkefninu allavega í bili, þau halda áfram að hittast. Þetta hefur aukið félagsleg samskipti og lífsgæði þessa fólks til svo mikill að muna að það er hreint með ólíkindum og það er bónus ofan á líkamsræktina. Þannig að þetta skiptir svo gríðarlega miklu máli. Ég er svo heppin að búa í Hveragerði. Þar sem forvarnastarf einna stærstu endurhæfingarstofnunar landsins er íbúum sýnilegt hvern einasta dag. Heilsustofnun hefur sýnt að með markvissu forvarnastarfi og endurhæfingu má gera fólki kleift að búa lengur heima en annars væri mögulegt. Með því starfi sparast ómæltir fjármunir sem annars færu til reksturs hjúkrunar og dvalarrýma sem þar fyrir utan held ég enginn hefur á óskalistanum að vilja búa á. Það er mikilvægt að muna að þegar áherslu stjórnvalda snúa því að gera öldruðum kleift að búa sem lengst heima, þá verður að vinna markvisst að því að gera slíkt mögulegt. Nú er ég að biðja þig að flytja boðskapinn inn í ráðuneyti. Í sáttmála ríkisstjórnar, Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna er lögð sérstök áhersla á forvarnir og lýðheilsu, meðal annars í menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu og með stuðningi við íþróttir, æskulistarf og öldrunarstarf. Þar segir orðrétt að skoðað verði hvernig beita megi efnahagslegum hvötum til eflingar lýðheilsu. Það er augljóst að sveitarstjórnarmenn hafa mikinn áhuga á verkefninu og eru tilbúnir til að leggjast á árar með ríkisstjórninni til að auka lífsgæði íbúa.
Við vitum líka að allar fyrirbyggjandi heilsueflingar aðgerðir sveitarfélaga munu skila sér í sparnaði fyrir hið opinbera velferðarkerfi, sérstaklega heilbrigðiskerfi ríkisins. Og nú orðaði Kjartan þetta svo ágætlega hérna áðan, slíkan fjárhagslegan sparnað er ekki að ræða í tilfelli sveitarfélaga nema óverulegu leyti. Aftur á móti eru heilsueflandi verkefni oft á tíðum kostnaðarsöm og þess vegna hefur sveitarstjórnarmönnum fundist veigamikil rök fyrir því að ríkissjóður komi að slíkum verkefnum með beinum fjárstuðningi, ekki síst til að auka líkur á að þau geti orðið að veruleika. Þetta mætti til dæmis gera, og nú hleraði ég þannig bara leiðin inn í salin að þetta líklega að verða veruleika hér á Reykjanesi, þetta mætti gera með því að breyta reglum sóknaráætlanir landshluta, þannig að sveitarfélög geti sótt framlög úr uppbyggingarsjóðum þeirra til forvarna og heilsueflandi aðgerða. Þetta var rétt að það að skoða hvernig beita megi efnahagslegum hvötum til eflingar lýðheilsu, svo ég tvítaki það nú. Þá ættu ráðherrar þessa málaflokks að þiggja nú þegar tilboð sambandsins samstarf byggt á sameiginlegum hagsmunum, en sú hugmynd hefur þegar verið kynnt bæði fyrir heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra, en þannig færum við sameinuð í þetta stóra og mikilvæga verkefni. Eins og ég sagði áðan, þá eru sveitarfélögin hvað best fallin til þess að stuðla forvörnum og heilsueflingu og það er sorglegt ef að sá drifkraftur ekki virkjaður með markvissum hætti. Það myndi klárlega styðja við sveitarfélögin að fá meiri hvatning og stuðning frá ríkisstjórn til að innleiða stefnuna heilsueflandi samfélag. En aftur á þeim upplýsingum sem hér að vera kynntar. Það er raun alveg stórmerkilegt að sjá þann mun á heilsu og líðan eftir svæðum sem birtist hér í lýðheilsuvísunum. En það að við skulum einmitt geta mælt þessi atriði og ekki síður að við skulum hafa gert það, gefur svo góðan grunn að aðgerðum til framtíðar. Það er illa hægt að stýra verkefnum sem maður veit ekki hvort það hafa tilgang eða hvort maður er að ná árangri í. Með lýðheilsuvísunum er komið tæki sem við getum notað til að gera allt okkar starf markvissara og sýnilegra fyrir íbúum. Sveitarfélögin og heilbrigðisumdæmin verða að vinna þetta verkefni í eins nánu samstarfi nokkuru kostur. Svo vil ég endilega því að Hveragerði 19. stærsta sveitarfélag Íslands, að við verum að taka þannig að reyna að fá niðurstöðu niður á fleiri sveitarfélag, ekki bara þessi 9 stærstu, því að annars verður þetta ekki markvisst á hverjum stað fyrir sig. Því að þannig náum við árangri til framtíðar. Fyrir þetta samstarf vil ég fyrir hönd Sambands íslenska sveitarfélaga og sveitarfélaganna þakka og svo vil ég misnota aðstöðu mína hér og bjóða hana Ölmu velkomna í Blómabæinn og föstudaginn í næstu viku, þar sem við stefnum einmitt á að skrifa undir samning heilsueflandi samfélagi Hveragerði. Takk fyrir mig. Við þakkum kærlega fyrir þennan fyrirlestur. Nú langar mig að biðja alla fyrirlesarana að fá sér sæti hérna við borðið, þannig að þið geti þá spurt spurninga. Þannig að þeir sem vilja spyrja bara rétt upp hönd. Gjörðu svo vel. Kannski til skildunar. Það eru sveitarfélaginu og lýðheilsufræðingur og er fylgst með þessu frábæra starfi sem að embætti landlæknis hefur verið að vinna undanfarin ár. Við erum bara að byrja á því að... Ég held að ég talaði svo hátt og röggsamlega. Hann er hérna. Það verður að stýma. Það er svona sérstakur. Ég sé að hann er 3 metrar á hæð. Það er gert ráð fyrir mér þetta nú þegar. Svona, er þetta betra? Já, mér langar bara að biðja ykkur öllum að klappa fyrir þessari frábæru vinnu sem embætti landlæknis er búið að vera að sinna undanfarin ár. Mikilvægt fyrir okkur að fá þessa vinnu fram. Ég veit að það er ekkert grín að koma svona á laggirnar og þetta er auðvitað frábært fyrir sveitarfélögin og íbúa alla á Íslandi, en vegna þess að mér langar að beina spurningum mínu til þessa flotta panels sem við erum með, þá langar mig að byrja á því
velta fyrir mér svona þessum þáttum sem inn í lýðheilsuvísunum og byrja á lífslíkum. Vegna þess að í lýðheilsuvísum, ef ég man rétt hérna á undanförnum árum, hafa lífslíkur sérstaklega vel tekna fyrir. Og mér minnir að það hafi verið 2017 frekar en 18, þar sem kom fram að lífslíkur kvenna sérstaklega voru marktakt minni á Suðurnesjum heldur en annar staðar. Og þetta auðvitað mikið áhyggjuefni hérna vegna þess að lífslíkur auðvitað það sem að við einn af þessum indikatorum sem við erum að nota, þannig að mér langar kannski að spyrja embætti landlæknis akkur það ekki inn í þessum lýðheilsuvísum núna, og síðan langar mig að spyrja sérstaklega út í þá þætti sem að snúa mælanlegum árangri. Þannig að við hjá sveitafélögum og öll hérna sem erum að vinna í lýðheilsustarfi og forvarnastarfi erum alltaf að velta fyrir okkur mælanlegum árangri. Og von á því að embætti landlæknis komi fram með kannski svolítið skýrari línur fyrir okkur sem við getum fylgt til þess að setja íhlutun í gang sem að verður síðan mælanleg, þannig að við getum áttað okkur á því hvort að það sem við erum að vinna að sé að virka. Annars langar maður að þakka kærlega fyrir. Já, þakka þér fyrir. Þið heyriði mér eða ekki? Jú. Heyrðu, þetta með lífslíkur og meðalega við lengt, ég held við höfum ekki reiknað það, en hins vegar reiknuðum við dánartíðni, mér minnum ekki við höfum haft það sem vísi. Við höfum hugsanlega verið með dánartíðni út af hjarta- og æðasjúkdómum og þar hafi komið verri staða fram á Suðurnesjum. Mér minnir að það sé vísi, en þetta samt góð spurning og þó að við höfum ekki treysku til að reyndar að Hagstofan sem hefur ekki treysi til þess að reikna svona svæðisbundna meðalaflendi eða lífslíkur og þá þetta samt alveg mælikvarði sem notaður og ágætis svona summa yfir ótrúlega margt og eins og ég sagði áðan yfir áhrif þetta heilsu og yfir svo sjúkdóma og hvernig heilbrigðisþjónustan bregst við. Þetta eitt af því sem að vill auðvitað hafa sem jafnast milli þjóðfélagshópa og yfir landið. En við settum þennan vísi inn núna sem eru ótímabær dauðsföll. Hann kannski aðeins nær því sem að það svona auðveldara að vinna með hann. Það auðveldara að skilja hann og auðveldara að svona skilja hvað það að gera til þess að þá jafna það ef það mikill munur á milli landshluta og það höfum við reynt að gera með sína hann og líka að þá getum við með honum borið okkur saman við löndin í kringum okkur. En hann bara beint tekin í raun úr stefnumótun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar að draga úr ótímabærum dauðsföllum út af þessum 4 sjúkdómum. Ég vona að þetta hjálpi eitthvað. Já, ég fæ bara aðeins að bæta. Við byrjum að skoða þetta þegar við fengum marmóti heimsókninga varðandi lífslíkur og hvernig við gætum mælt þetta eftir eins og Alma benti var mjög flott að sjá hvernig hann setur þetta upp Piccadilly línan í London og ævi lengt eftir stöðunum. Við höfum, það ekki bara eins og kannski Sigga var að benda og það ekki hægt, við erum of fá til þess að geta brotið þetta eftir svæðum hérna á Íslandi. En hérna það hefur náttúrulega birt hérna lífslíkur kvenna og karla og náttúrulega líka vorum við ráðstefnu núna í síðustu viku. Það sem maður aðeins að skoða þetta og það eru til einhverju upplýsingar, það ekkert að brjóta þetta niður og sérstætt svæði og ekki sveitafélög, þannig að við höfum þess vegna valið að fara þessa leið sem að Sigga nefndi. En varðandi það hvernig embætti landlæknis ætlar að styðja við sveitafélög að meta árangurinn, að þá það einmitt það sem við erum að vinna með gátlistum, með að reyna að finna hvað það sem við getum mælt. Það alltaf mjög erfitt að mæla eins og þú veist líka og við þekkjum það áskorun að mæla árangurinn af heilsueflingarstarfi. Við getum ekki sett þetta inn í einhverjum svona tilrauna aðstæður og haft algjörlega stjórn og aðstæðum sagt þetta af því sem við gerðum hérna. En þess vegna erum við búin að vera að vinna og búin að taka langan tíma og í góðu samráði við helstu bara svona hagsmuna aðila að finna hvað það sem við getum mælt og fylgst með og til þess að meta árangurinn af því starfi sem við erum að vinna. Og það eru gátlistar heilsueflandi samfélags sem við erum að vinna, erum að rýna og munu verða í þróun áfram og til þess að það sé hægt að fylgjast með árangri í starfi og við munum vera kynnt í haust. Nú bara því þú varst að spyrja svona mælanleg markmið og Dóra er auðvitað búin að svara það sem lítur að lýðheilsu en hluta af þessum vísum snýra heilbrigðisþjónustu og þar erum við
búin að leggja fram áætlun gæðaþróun þar sem einmitt mikil áhersla á svokallaða gæðavísa og annars vegar landsgæðavísa sem að verða þá vísa sem verða sambærilegar milli mismunandi stofnana eins og allar heilsugæslustöðvar fá þá einhverja vísa sem þeir geta borið sig saman við og þessi áætlun nær til ársins 2030 þannig að þetta verður ekki tilbúið á morgun en vinnan hafin. Einhverjir fleiri sem vilja spyrja? Svo vel. Já, komið sæl, Tryggvi heiti ég, barnalæknir í því sem heitir Heilsuskóli í Barnaspítalans sem offitu-teymið þar. Og hefur það svona augljóslega mestan áhuga á offitunni sem fyrirbæri. Mér finnst skemmtilegt að vera hérna, þetta flott yfirlit. Mér líður svolítið vöntun á offitu sem einum af lýðheilsuvísunum hjá ykkur í þessu yfirliti. Og ef maður tekur sérstaklega börnin af því að það mitt sérsvið að þá eru þessar tölur til, það voru birt alveg fyrir ári síðan að eftir landshlutum þessu sérsta yfir landi þetta kannski kringum 5%, höfuðborgarsvæði 4% barna fyrir 3-4 árum voru hérna drengir mælast 8% af þeim með offitu en núna 2 árum setna þeir komnir í hæstu tölur á landinu í kringum 12,7% hjá drengjum sem að mælast með offitu. Auðvitað vitum við að það ekki gagn í því að sko tala með einhverja einstaklinga í þessu samhengi en þegar maður sér svona aukningu úr 8 í 10 í 12 á milli ára að þá þetta svona næstu því lýðheilsulegt bráðatilvik svona eins mikið og hægt að tala það þegar verður svona svakaleg aukning á ákveðnum þætti og þetta rauninni afleiðing af því að kannski samfélagið sé ekki nógu heilsueflandi í rauninni. Það hluti af samfélaginu sem að lendir þá í því að bæta á sig þyngd, aðrir missa þyngd og allt mögulegt, en þetta einn af einföldum mælanlegu kvörðunum okkar. Og mér finnst kannski, ég myndi allavega skora á landlæknisembættið að taka þessa þætti inn í og leið þá langaði mér bara opinberlega að bjóða fram aðstoð heilsuskólans í þetta flotta forvarnarstarf sem hér í þessu samtakahóp til þess að funda þá með ykkur og sjá hvort við getum fundið leiðir sem geta hjálpað ykkur að því að hindra að svona mörg börn lendi að greinast með offitu. Og það eru til verkefni í London, sérstaklega Amsterdam, það var unnið mjög flotta vinnu í sambandi við svona þannig að við getum aðstofað ykkur með að finna leiðir í því líka. Við vorum með BMI-stuðul í fyrra í lýðheilsuvísunum en Sigríður, vilt þú ekki taka af hverju það ekki? Jú, einmitt. Við vorum með BMI í fyrra og greindum eftir landslutum og við erum með könnuna heilsu og líðan Íslendinga á baku ykkur í henni. Hún bara framkvæmd á 5 ára frestið þannig við getum ekki birt þau gögn oftar en þetta svo nefni með börnin auðvitað eitthvað sem við þurfum að hugsa og við eigum að eiga gögn úr heilsugæslunni sem við getum hugsalega nýtt og það bara mjög góður punktur og ég held að við bara skoðum það. Takk. Og svo kannski við höfum ekki alltaf sömu vísana. Eins og við nefndum hér þá erum við líka að reyna að horfa hvað mest á það þætti sem að spá fyrir þetta. Við erum með gosdrykkjaneyslu, við erum með hreyfingu og það er eitthvað sem er hægt að breyta. Gosdrykkjaneysluðinni getur við breytt á morgun, hvað þú getur byrjað að hreyfa það á morgun. Það eru líka vísbendingar um það að við þurfum að fara varlega í umfjöllunum, við viljum ekki búa til sektarkennd hjá þeim og neikvæða umfjöllunum það. Við höfum séð afleiðingar af því og þess vegna erum við að reyna að horfa hvaða þættir eru það sem virkilega við þurfum að mæla og fókusa á til þess að auka heilbrigðan lifnaðarhátt, til þess að auka líðan og lífslíkur og ævilegð. Þannig að við trúum við líka með því að fókusa á þessa þætti sem við getum strax unnið með að þá séum við að valdefla líka einstaklingana að huga því hvernig þeir geta strax borið, strax snúið, í blaðinu við. En það gerist eins og það ekki svo auðveldlega. Það svo miklu meira langtíma verkefni þegar þú komin í offitu að breyta því. En við erum að reyna hvernig getum við brugðist miklu fyrr við, heilsuefling og forvarnir. Hvernig getum við búið til aðstæður þar sem að við hreyfum okkur nóg og borðum hollt og þá verðum við ekki með offitu.
Viltu hvað er ljós? Já, gjör svo vel. Takk fyrir. Ég heiti Anna Sigríður, bæjarfulltrúi Reykjanesbæ. Ég veit ég starfa mikið í foreldrafélögum í bæði grunnskólum og framhaldsskóla og mér langar að spyrja ykkur í sambandi við forvarnir og í rauninni niðurstöður úr könnunum þegar foreldrafélög í bæði grunnskólum og framhaldsskólum fá niðurstöður eins og frá rannsóknum og greiningum eitthvað neikvætt í könnunum. Þá reynum að bregðast við og sérstaklega þá í samstarfið aðra forvarnahópa eins og samtakahópin í Reykjanesbæ. Og mér langar að nefna að það hefur tekið okkur óbáslega langan tíma að finna einstaklinga sem að geta komið bæði frætt nemendur og frætt foreldra þau efni sem við erum að óska eftir. Það tók okkur 1 ár að finna einstakling sem var tilbúin til að koma í Reykjanesbæ og fræða foreldra framhaldsskólabarna skaðsemi, vímuefna, kannabis, lyfja og fleira. Það tók okkur 1 ár að finna einstakling til að koma, til að halda þessa fræðslu. Og það hefur líka verið mjög erfitt hjá grunnskólaforeldrum að finna einstaklingar sem eru tilbúinir og hafa sérfræðiþekkingu í að fræða foreldra þessi mál og líka nemendur. Fara inn í skólana, halda fræðslu ýmislegt sem við erum óska eftir. Það er mjög margt, ég get talað einni hálftíma það sem við höfum verið að reyna að finna í rauninni allan síðasta vetur, bara fræðslu margt sem kemur að forvörnum. Og við fengum starfsmann frá Landspítalanum, geðlækni, í fyrra. Það mættu 150 manns cirka í framhaldsskólan sem var einmitt að fræða foreldra skaðsemi, kannabis og lyfja. En mér langar bara að heyra frá embættinu að eru þið með fólk sem er hægt að leita til? Það er ekki vandamáli hjá okkur að eiga peninga til þess að borga fólki fyrir að halda fræðsluna. Það er vandamáli að finna fólkið, rétta fólkið til að halda fræðsluna. Ég held að sé með stórt tækifæri þarna í heilsuöflandi í skólunum. Þurfum kannski líka að stíga bara 1 skref aftur. Við erum búin að skoða mikið og fylgjast með hvað er það sem virkar til þess að breyta hegðuninni. Og fræðsla, hún virkar bara takmarka, þannig að það sem við erum að vinna er í rauninni, þegar það kemur svona sérfræðingur inn í skólan og heldur eitt erindi, það getur haft rosalega sterk tilfinningaleg áhrif, en það breytir ekki endilega hegðun. Og það sem við erum meiri höfum séð, þú nefnir fræðslu fíkniefni og skaða, að það eru bara, og það er eitthvað sem við fengum vísbendingar erlendis frá fyrst og höfum verið að fylgjast með hér, að slík fræðsla, það er endar ekki þegar á við foreldran, þegar á við ungmennin sjálf, getur í rauninni vakið forvitni og við erum verið með niðurstöður hérna á Íslandi að unglingar hafa byrjað að prófa efni eftir að hlusta skaðsemi efna. Þannig að við erum að skoða hvað er það þá sem við getum gert og það er að byggja upp í rauninni bara svona menningarbreyting og það er það sem við erum að vinna með heilsuöflandi skólunum, í heilsuöflandi framhaldsskólum og við bara óskum eftir nánari samstarfi við framhaldsskólan. Hann er heilsuöflandi hér en við vitum að það hefur ekki verið mikið heilsuöflandi starf þar og að grunnskólarnir að endilega að koma með okkur í þetta að byggja upp þannig að það sé í rauninni allt skólasamfélagi sem að er með í því að hlúa af í rauninni þessum heilbrigðu þáttum. Að það er mikilvægt að það séu líka þeir sem eru á staðnum og þetta líka kemur inn í rauninni kennaramenntuna. Heilbrigði og velferð var hluti að grunnmenntunu kemur inn í grunnstoðmenntunar 2011 og það er samt fyrst núna sem að það er verið að koma almennilega með þetta inn í kennaramentuna og sjálfsögður erum við fullt af stuðningsefni og annað fyrir og bara fulla verkfærakistu fyrir starfsfólk skóla. Það er ekki bara það að koma með einhver eitt sérfræðingur inn og segja eitthvað, heldur að starfsfólk skólan sé meðvitað hvaða er sem eru verðandi þættur og hvernig getum unnið að heilbrigðari lifnaðarháttum og meðvituð þessa skaðsemi og hvernig við drögum úr því. Og það er kannski ekki alltaf það sem að blasir við einhvern veginn fyrst að það þurfa að vera með bara fræðslu það að þetta sé skaðlegt. Það virðist hafa takmörkuð áhrif og í einhverjum tilfellum að geta valdið skaða og það náttúrulega pössum við að gera ekki. Ertu sem sagt að segja það að í upphafi erindis í morgun þá nefndirðu að kannabisneysla á Suðurnesjum hafi aukist 30% hjá framhaldsskólanum. Ertu að segja það? Já. Komin upp í 30%? Komin upp í 30% hjá framhaldsskólanum á Suðurnesjum. Að það sé kannski óþarfi að vera með fræðslu inn í skólanum áhrif kannabisneyslu heldur að fara í aðra þætti
eins og þess sem þú varst að nefna með vendandi þætti og annað. Rannsóknir sína að fræðslan ein og sér gerir ekki mikið og getur jafnvel vakið áhuga. Þetta það sem rannsóknir sína og við höfum það líka á íslensku rannsóknum að það að fara og heyra meira sem fyrrverandi fíkil segja frá hversu hræðilegt og skaðlegt að það alltaf einhver hluti sem finnst það spennandi að prófa það sem bara þar stattur. Þannig að, og ég var jafn hissa á þú að heyra það sko, en ég ekki að segja það að það þarf að gera eitthvað. En það er flóknar en það að það sé nóg að fá einn fyrirlestur skaðsemina. Það virkar á einhverja, virkar mest á þá sem líklega myndu aldrei prófa og en það þarf að fara í dýpri vinnu heldur en að vera með fræðslufyrirlestur. Og þess vegna erum við líka með að Rafn og hann kannski vill bæta einhverju við að við vitum að þetta áskorun hér og við viljum svo sannarlega leggja okkar, lóð og voðaskálnar að vinna í að snúa þessari þróun við. Takk fyrir. Ég ætlaði bara að bæta við að embættið og Sviðin og Dóru gaf út svokallega staðreyndablað. Hvenær var það, Dóra? Var það janúar? Já, þannig að þið getur fundið það á vefnum okkar og þar einmitt rætt hvaða aðgerðir virka og hverja virka síður. En þú spurði hvort að við getum komið aðstofan sem fyrirlestra, sendu okkur endilega erindi, bara móttaka@landlækni.is og ef að kannski kemst enginn frá okkur þá getum við kannski bent á aðila sem að geta komið því að það er auðvitað ekki gott að þið fáið ekki áheyrn þegar þið viljið vinna gott starf. Ætlaði Rafn að segja hvað það er? Ok, einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Já, gjör svo vel. Ég langaði bara í framhaldinu að því að það var talað að rannsóknirnar hefðu áhrif á börnin en varðandi foreldrana. Nei, það er ekki neikvæða áhrif að hafa fræðslu fyrir foreldra. Nei, þannig að það er alveg hárrétt. Þannig að það er mikilvægt að upplýsa foreldra og það er líka mikilvægt að upplýsa foreldra þetta sem við kannski sjá foreldraslaga, hversu mikilvægt hvaða þættir það sem skiptir máli varðandi foreldrarnar. Foreldrarnir séu samtaka, að þeir leyfi ekki eftirlitslautspartí, að þeir séu góðu tengslum og nú eru börnin okkar börn til 18 ára, 2/3 af framhaldsskóla árunum eru þau börn og ennþá með þessa foreldra ábyrgð. Og það er gríðarlega áhugavert að sjá einmitt hvernig þessi árangur af foreldrastarfi sem að grunnskólanum að færast yfir í framhaldsskólan, að verða fleiri og fleiri foreldrafélög. Það við bara sem þekkjum sem hefum átt unglinga, það áskorun að vera líka og finna hvernig maður getur verið til staðar og sett þessi mörk. Við vitum það líka að þeir sem að fara út í áhættuðan, þeir eiga erfiðara með að setja sér mörk. Það eitthvað sem við þurfum að vera duglega að gera við fullorðna fólkið, bæði í samfélaginu og foreldrar og það auðveldar að gera það þegar við stöndum saman eins og við þekkjum og það er mikilvægt fyrir okkur foreldrum, það er ekki nóg að við mætum skipta á foreldrafræðslu eða hlustum, við þurfum að taka þess ábyrgð alla dag. Takk svo vel. Já, góðan daginn, Jans Guðlusson heiti ég. Ég vil byrja á því að þakka fyrir góðan fund, óska embætti landlæknis til hamingju með stöðuna hjá sér varðandi lýðheilsuvísa. Spurningin var ekki síður, ein eða tvær, ekki síður til ráðherra eða Birgis, af því það þegar við greinum ákveðna stöðu og ákveðin vanda, þá fylgir því oft kostnaður í heimahéraði. Við hefum í gegnum okkar verkefni, svo Kjartan lýsti áðan, reynt að sækja inn til ríkisins fjármagn og við langar svolítið að vita stöðuna vegna þess að sveitarfélögin hljóta að spyrja sig þá hvaða fjármagn fylgir að kemur til með að fylgja þessum lýðheilsuvísum eins og kom hérna fram áðan núna til þess að bregðast við þeim vanda sem er. Ég get greint frá því svona sem dæmi að þá þeir hópar sem við höfum verið að mæla og þeir ná líka einnig til Suðurlands er 30% af eldri íbúum okkar samfélags virðast vera í offitu og þetta er kannski eins og barnalæknirinn komið inn á hér áðan, þá fer þetta kannski síður batnandi heldur frekar versnandi. Þannig að hvað getum við gert til þess að bregðast við og hvern getum við
sótt fjármagn, hvert geta sveitafélögin sótt fjármagn til þess að efla lýðheilsu og þessi lýðheilsu tengd inngrip, og ég tók með mér bara svona aðeins til að upplýsa Return on Investment of Public Health Intervention, a Systematic Review. Þetta alveg nýleg grein frá 2017 frá sérfræðingum á Bretlandi, og þar segir að fyrir hvert pund sem fjárfest í lýðheilsu tengdu inngripi skilast 14 pund tilbaka. Þannig ég bið, þetta nú ekki sérstaklega til ríkisins, það þarf að fylgja þessu fjármagn, og ég vona að Samband íslenskra sveitarfélaga og ríkið taki höndum saman í þessari samvinnu, hvort sem það sé til yngri aldurshópa eða þeirra eldri. Þannig að spurningin bæði til ykkar hjá Sambandi íslenskra og ekkert síður til Birgis. Takk fyrir. Á ég að svara fyrst á? Hvar á ég að standa þá? Já, takk fyrir þetta, Janus. Þú veist vel hug minn til þessara mála og hérna, ég held ég geti fullyrt það að ráðherra sé sama sinnis. Hins vegar ég ekki stöðu hér til þess að lofa fjármagni til eins eða neins og ætla ekki að gera það heldur. Ég vil hins vegar benda á það að í heilbrigðisstefnunni mjög tekið á þessum málum og ekki síst þetta með hlutverk, að skilgreina hlutverk sveitafélaga og ríkisins og gera sveitafélagunum kleift að sinna betur þessu starfi, bæði heilsueflandi starfi og heilbrigðisþjónustu eða þar að segja starfi sem að sveitafélögin verða raunverulega að hafa áhrifavald yfir fyrir sína íbúa. Það mjög mikið tekið á þessu og ég fullyrði það að ráðherra hefur fullan huga á að forgangsraða því verkefni í þeirri áætlun sem að núna hefur verið lögð fyrir þing. Það nefnilega þannig að í heilbrigðisstefnunni þá gert ráð fyrir því að ráðherra leggi 5 ára áætlun fyrir Alþingi það hvernig þessu starfi skuli vera háttað, og þar til dæmis öldrunar og heilsuefling aldraðra forgangsmál, öldrunarþjónustan yfirleitt og akkurat þessi glæra sem var sýnt hérna af bæjarstjóranum árangur af slíku starfi, einmitt kveikurinn af þeirri forgangsröðun. Svo ég held að ég get alveg sagt það að þó að ég sé líka persónulega þeirra skoðunar að hér ekki bara skort á fjármagni að ræða, hér líka og það gildir heilbrigðisstefnuna og það gildir allt þetta starf, að það fjallar líka hugarfarsbreytingu og afstöðu og forgangsröðun. Svo að ég held að það sé mjög margt hægt að gera án þess að raunverulega tilkomi mikið fjármagn, þó að það sé mín persónulega skoðun líka að það þurfi meira fjármagn til þessara mála og ekki síst til heilbrigðismála í landinu, en það önnur saga. Svo að ég tek þetta náttúrulega með mér til ráðherra, en ég get alveg fullvissað það að þetta forgangsatriði í ráðuneytinu og undirbúningsstarf og í samvinnu við félagsmálaráðuneytið líka hafið í ráðuneytinu. Þetta stór málaflokkur, þetta stór fíll og hann verður að borða í smáum bitum. Það bara aðeins að bæta við, og ég kom aðeins inn á það í mínu erindi að sem sagt lýðheilsuvísarnir, þeir farnir að skipta máli í sambandi við útdeilingu fjármagns eins og núna þegar Vá féll og erfiðleikar hér á Suðurnesjum fóru vaxandi, að þá var deilt fjármagni bæði til heilbrigðisstofnunarinnar og til menntamála, það ekki rétt hjá mér? Og líka í sambandi við þetta sem þú nefnir með heilsueflingu eldri borgara, þetta eins og maður segir á góðri íslensku no-brainer að gera þetta. Þetta náttúrulega vinn-vinn fyrir alla. Og ráðherra hefur einmitt lýst yfir að þetta eitt af forgangsmálum og ég veit að það verið að ræða hvernig þetta verði útfært, en það kannski ekki komið þangað. Og ég vil bara taka undir að lokum með Birgi að það mjög margt hægt að gera
með því að nýta fjármagn öðruvísi og taka burtu sóun og svo framvegis og það snýst líka bara samstarf, að vera ekki alltaf í einhverjum hólfum, heldur að vinna saman og það er auðvitað til fyrirmyndar eins og Markus og Kjartan eru farnir að tala saman núna, það þarf auðvitað að efla mjög samstarf eins og heilbrigðisstofnana og sveitarfélaga og við erum að reyna að ýta undir það í sambandi við heilsueflandi samfélag að fá heilbrigðisstofnanna með okkur í undirskriftir, ekki bara sveitarstjóra. Já, þetta er nefnilega ágætis spurning og ég kom nú aðeins inn á þetta í ræðunni hjá mér hérna áðan því að sveitarstjórnarmenn gera sér algjörlega grein fyrir því hvar skóinn kreppir í þessum málum og það eru þetta vöntun og orsakasamhengi í þessum geira sem gerir líka verkum að við erum svo litið strand að það er ekki fylgni á milli þess að sveitarfélögin setji peningi í þetta og að pundi skilir sér tilbaka eins og brettin er búin að komast að raunum. En við eigum reglulega fundi með ráðherrum, þeir hafa lýst yfir áhuga á að koma með sveitarfélögum með einhverjum hætti að þessu og þá til að ég styttu nú aðeins mál mitt, þetta er svo sem ekkert flókið sko, til þess að eitthvað gerist þá verður einhver að gera það. Þannig að það þarf auðvitað bara að stíga skrefin og það frekar fyrir en seinna af því að vandinn er víða mikill, við gerum okkur fullkomlega grein fyrir í hverja liggur eins og komum fram hjá þér hjá heilsuskólanum og varðandi kannabisneyslu hér. Þetta er auðvitað ekki þannig. Þessir einstaklingar sem við erum að missa út úr kerfinu í áhættuhegðun eða í slæma lífstíl, við náum þeim ekki aftur. Það þarf að passa upp á allt fólkið okkar og það þarf að gerast freka fyrir seinna. Þannig að ég held að við þurfum bara að spýta í lófana og það er gott að heyra viðhorf aðstoðarmannsráðherra af því að næst þegar við komum á fund sambandi þá munum við taka þetta enn sterkar upp heldur við höfum gert hingað til. Jæja, hvað segið þið? Eigum við ekki bara klappa fyrir frumulöndunum? Þá held ég að þessu sé bara lokið og núna eru pítsur og gos í boði. Nei, við ætlum að fá okkur súpu, gjöru svo vel. Og bara, þá er þessu lokið og bara klöppum fyrir því.